loksins komið að þessu. Loksins komið að þessu most requested þátturinn okkar. Ég sjokki. Draugasögur. Sko, krakkar, við erum alltaf að tala eitthvað Hollywood-skandala og eitthvað fólk. Þetta sem við viljum vita. Þetta eina sem þið viljið vita, það svona mesta. Já. Bara getið please tekið þátt 2, please. Já. Við erum að hlusta á okkur. Já, og sko, ég skil ógeðslega mikið að vilja draugasögu þátt og ég skil það því ég algjör draugasögu fan og allt það. En mér finnst bara, it's beyond me að þið vilja hann frá okkur. Já. Þetta verður svo lítið skeri eitthvað. Já, af því það er eitthvað svona allt bleikt hjá okkur og við eitthvað svona hí. Þannig að mér finnst eitthvað svona fyndið að þið ykkur actually finnst gaman að heyra okkur tala draugar. Já, af því að við elskum líka að tala drauga, þannig að það er mjög skemmtilegt að þó við séum ekki svona stereotypuna kannski í það, þá finnst mér mjög skemmtilegt að þið viljið fá þetta frá okkur. En hvernig væri stereotypan fyrir draugasögu? Bara eitthvað döin manneski Bara bleið. Einhver í hvítu tjaldi með lýsingun upp í nefið. Eða eitthvað sem vinnur við eitthvað svona tengt. Svona librarian. Svona bókasafnskæi. Ég var meira að hugsa svona líksnirtir eða eitthvað. Eitthvað sem í geiranum með döðu fólki. Veistu hvað margir sem deyja á bókasafnu? Úr leiðindum. Já. Margir sem deyja svona í bókasafnu? Ekki hugmynd, sko. Ég bara hugsa að það verður svo mikið svona drauga gangi á bókasafnum. Bókasafnum verður fucking creepy, sko. Það eru creepy, sko. Líka, þú veist, það er alveg þögn og þetta er huge og líka þetta er svona gamla bækur, það hljóta að vera haunted. Ángreins. Þú veist, það er eitthvað svona gangar svona. Já. Hversu margar thrillíksmyndir gerast á bókasafnum? Geðsla margar. Þegar þú segir það. Það er geggjaður punktur. Maskara minn út allir því fór smá granni að það. Nei, þú er góð, sko. Þú er fáðið waterproof mascara, sko. Það virðist vera, sko. Bara fyrir þennan þátt. Það er bara til. Já, takk fyrir. En áður við förum í draugasögurnar, þá ætlum við bara að byrja því að segja takk hérlega fyrir þáttökuna í leiknum okkar. Já, takk fyrir það. Og það eru þetta ekki alltaf allir sem geta unnið því miður, það verður fucking trillt. Ef við getum verið bara þið öll unnið. Já, það verður geggjað. En þetta er alls ekki senasti gjáleikurinn okkar, sko. Ekki fyrir, já. Ég var svo ekki fyrsti. Já, þetta er fyrsti. En ekki síðasti. Alls ekki. En næst þá verður bara öðruvísi og þá átt þú bara aftur sjans á að vinna ef þú vilt. Nákvæmlega. En þangað til getur þú farið á organicskincare.is og náðir í þessa vörur. Sem voru í gjáleiknum. Sem voru í boði, já. Í trítpakkanum og spapakkanum okkar. Átt ekta degur kvöld. Já. Sitta á sig maska. Það er bara skemmtilega sem ég gerir. Sitta með maska, sko. Trýta mig aðeins. Bara góða bíómynd. Já. Lesa gott tímarit eða hvað sem það er sem þú gerir. Það sem þú gerir í þínum frítíma. Add some face mask. Veistu hvað sem fullkomin mixtúra. Bara kveikja á kerti eða eitthvað. Opna tölvuna þína eða sjónvarpið þitt. Kveikja á teboðinu okkur. Vera með maska og vera kannski að gera eitthvað í neglurnar þínar eða eitthvað svona degra þig og með maska á og að fá þig tebolla. Á, perfect. Nei, er það ekki perfect? Það er hægt á kvöldin og á mótnana. Já. Eða bara hvern sem er yfir daginn, sko. Gerðu bara í vinnunni. Fuck vinnan. Fuck that, sko. Fuck that, sko. Og líka þeir sem enda að vinna heima, skilur við? Já, einmitt. Þá er enginn að stoppa þig. Þá geta allir bara tekið upp maskan og tebúðið og... Nákvæmlega. And to the topic. Draugasögur, part 2. Partur 2. Ég er sjokki, sko. Já, ég líka. Ef ekki bara byrja á því að þakka allum, sko, fyrir að senda okkur sögur. Nei, sko, við erum það mikið að sögum að við munum þurfa að taka part 3, jafnvel 4. Já. Þannig að þetta er ekki seinasti þátturinn. Og líka, það er alveg svona lúmskur draumur hjá okkur að fá eitthvað svona sem er kannski aðeins meira inn í sem geira. Það þarf ekki endilega að vera líksnirtir eða eitthvað svona bókasafni. Já, eitthvað mjög mikið stereotypa. Já. Bara því að sjá hann inn í sætinu, þú veist bara, ok, það er draugasögur. Já, ok, she knows about ghosts, eða he, whatever. Nei, bara þú veist, eitthvað sem kannski, ég veit það ekki. Ég vil svolítið ekki fá neitt sem er að fara að opna einhverja gáttir, sko. Nei, við erum ekki að fara í andaglas, sko. Oh my god, pældu, við myndum gera það. Oh my god, pældu. Við erum ekki að fara að gera það. Nei. Ég þori ekki. Ekki heldur. En þú veist, en að fá, ég veit ekki, þú veist, það má alveg vera eitthvað sem að vinnur við þetta, sem kannski kalla sig miðil eða er miðill eða vinnur í þessu svo lengi sem hann lofar að opna ekki fyrir neitt. Já. Ég vil engan draugafangirna, sko. Eitthvað, skilur, en ég var ekki til að
þegar leiðum að byrja að tala það leiðum að opna fyrir umræðina þá opnar fyrir þá gerir það bara í hvert skipti sem ég byrja að tala það þá byrja ég að finna eitthvað og eins og eftir senast að drauga þessu þá manni hvenær ég staði þetta ég veit ekki hvort ég er búin að segja þetta hér Nei. Þá lendi ég bara í því kvöldi bara strax Þú sendið mér snap nefnilega þegar við vorum að taka upp þáttinn og við vorum bara eitthvað ok og þegar við vissum strax við erum bara að taka part 2 og við vorum bara eitthvað ok þú veist þetta er ógeðslega skrítið en ég held þú varst aldrei búin að segja fylgjendum frá Nei, kannski ekki Ég get sagt, já ég get bara segja segja Ok, allavega, eftir seinasta þátt við tókum þetta upp Hvenær tókum við þetta upp? Fárlega góð spurning Var það ekki rétt fyrir Halloween? Jú, eitthvað, jú Við tókum þetta, ég minnur að við tókum þetta kvöldi fyrir Halloween tókum við þáttin upp og ég fer heim alltaf bara eins og maður gerir og fer að sofa og svo vakna ég miðnótt og ég er bara frosinn og ég sé bara blöðru blöðru fucking blöðru bara svarta blöðru fucking og hún er beint fyrir fram mig alveg, þú veist beint fyrir framan rúmið mitt þannig að ég hef alveg heila mig frá henni og svo er hún þú veist, við hurðina rúmið liggur svona upp í vegg og ég horfi bara á hana og ég var bara, oh my god, það er blaðra hana og svo byrjar hann bara að færast nær og ég bara færast nær og nær og ég er bara vakandi sko, ég man eftir svo vel ég segi bara Bensi, það er blaðra hann bara, hvað tala það er blaðra henni það er blaðra þetta er svo fucking grilla, hvað er blaðra? Af hverju myndi mig dreyma blöðru? Nei, skil ég var bara svona, já, ok þú veist, núna kemur bara eitt draugurinn upp úr hann er alltaf og bara að gera það þú veist, ég hef ekki séð þessi mynd í langa tíma og vorum ekki búin að ræða hana svo ég man Nei. En af hverju dreymir mig blöðru á Halloween? Új, bara það talað drauma samt sko, ég er alltaf að dreyma skrýtnustu drauma í heimi, alltaf sama draumar eru eitthvað sem ég þarf bara betri skýringu á ángríns, ég skil ekki drauma Nei, ekki heldur Mér er búin að dreyma núna nokkru sinnum að það sé verið að stinga fyrstu draumurinn var að ég datt á kaktus og ég var bara að draga svona upp úr læranum á mig bara svona 10 cm langa bara í marga daga og ég ætla bara að draga úr mér bara svona stinga svona stungur þetta var versti draumur sem ég hef upplifað nei, svo 2 vikur seinna bara daginn, þá dreymdi mig að vorum í útlöndum og reðst á mig bara fullt af bíflugum og þær stungum mig svona og ég var líka að draga það bara upp úr bara. Hvað er þetta? Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir ekki gott að bíflugur stingur en ég veit ekkert kaktus Nei. Okay, það mun einhver samkvæmt draumur.is það mun einhver svíkja mig einhver náið mér Nei. út af ef að bíflugur stingur þig en þetta var svona 1.000.000 stungur sko þetta var bara eitthvað mjög sárt já, greinilega en þetta er alltaf sami draumur ég sé að draga, þetta er svona pynting sko draga eitthvað svona bara 10 cm langt út úr læranum á mér og eitthvað það var ekki viðbjöður já, sko það er mjög ógeðislega gaman að rýna í drauma og vera bara fyrst að pæla í já, ég googla alltaf leið og ég dreymi eitthvað svona ég bara, hvað þýðir þetta? Mamma á líka svona að geða stóra draumaráningabók þar sem hún ferð inn á draumi.is fær maður svo ótrúlega svona grund bara já, ótrúlega grund og svo stundum það ekki að neini og maður þarf eitthvað svona en það er hægt að finna svona aðeins dýpri merkingu þú veist þannig að þú getur svona tengt að betur kannski eitthvað við þig ég þarf þannig bók já, ég þarf að eiga þessa bók líka sko mamma á hana og hún kom daginn þá dreymdi mig eitthvað og hún keyrði til mín með þessa bók var bara ok, nú þurfum við bara að vita hvað þetta þýðir ég bara já, ok en þá er mitt dreymdi mig eitthvað fárlega skríti svo líka geðveikt skríti að því við erum on the topic draumar mannstum daginn, þú varst hjá mér og þú varst eitthvað í símanum en ég var ekkert að fylgjast með símanum þínum svo næsta dag þá sendi ég bara voice message á Messenger og ég eitthvað sunna mér dreymdi svo skríti að vera að segja frá því já, maður rámur í þetta manstu eftir þessu og ég sendi eitthvað svona þú veist og bara því ég vaknaði og var bara eitthvað hvaða það var svo mikið bull að ég var bara eitthvað hvernig þá dreymdi mig að þú var sett í þú veist þú ætlar að ferðast yfir eitthvað sjó, eitthvað haf í líkistu og drukknaðir í henni manstu eftir þessu? Já, mér rámur í það já, þú veist, manstu eftir ég sagði frá svo var ég draugur svo basically dóstu og því að þú drukknar inn í þessar líkistu og meðan þú varst að ferðast yfir eitthvað haf þú veist, það fólk skrítið eða hvort þú varst að, þú veist hvort það var bátur og þú varst inn í líkistunni í bátnum til þess að þú veist fela þig frá okkur með eitthvað þannig og það bara sökk og eitthvað gerðist þannig að fór vatnin á líkistuna og þú drukknaði basically í líkistu
ógeðslegur draumur. Nei, ógeðslegur tveir verstu martræðar inn í líkistu og drukna inn í henni. Já, líka lifandi inn í líkistu, ok. Anyways, og svo bara, þú veist, þá þú bara dáinn og það bara haldin jarðaför eitthvað. En ég skildi aldrei okkur allir voru svona sjúklega leiðir því að bara, hún hérna. Þú veist, þú varst bara þarna. Þú veist, þú varst orðin draugur, þannig að en ég held að voru ekki allir þú veist, það voru nokkra vinkonina sem sáu þig, en það voru ekki allir. Nei. Svo ég og Gunn og Benz, við öll sáum þig. Okay. En ekki allir, þannig að ég skildi ekki, þú veist, ég skildi alveg þannig að ég var svona pínu að þykjast vera leið. En ég var bara að hliðina þér. Já, en ég var ekki búin að missa þig. Það var ekki að gera skrítið. En þá var svo skrítið, því svo sendi ég þetta voice message og ég eitthvað svona, mér dreymdi þetta. Og þú veist eitthvað, ég var hjá þér í gær, þú veist, þú hjá mér deginum áður. Ég var ekki, þú bara sest til hérna á mér, ég sá ekkert hvað þú varst að gera í símanum og ég var að gera eitthvað í símanum mínum. Já. Og þá varst að horfa á eitthvað myndband af líkistu sem fannst í vatni. Já, það var eitthvað þannig. Þannig að þetta er bara farið inn í undirmeðina mína án þess að þú sýndi mér ekki þetta myndband. Nei, ég var að horfa á þetta og þú varst að horfa sjónvarpið eða eitthvað með það. Já. Mjög stíkt, svo steikt, sko. Maður sér svo mikið eitthvað svona, þú veist, maður sér alveg hendina sína langt fram yfir. Svona the third eye eitthvað þeim, já. Svona í undirmeðinni, þú veist, eins og til dæmis, ég var heima hjá ömmu minni daginn og afi minn lést fyrir ári síðan, maður ömmu og bara úr miklum veikindum og í rauninni bara svolítið svona blessun að hann fekk að fara eins og stundum með gamalt fólk. Já. Hann var búinn að kveljast mikið og var veikur og svona. Æi. En alltaf þegar ég var heima hjá ömmu þá var hann var oftast eitthvað að stúsast inn í eldhúsi. Hann var ekkert eitthvað að elda eða eitthvað þannig, hann var bara kannski svona að ganga frá ykkur eða setja í vélina eða eitthvað svona, eitthvað að stúsast. Og ég sat hjá ömmu og þá sé ég svona, hvað segir maður, út undan mér. Þú veist, þá, ég er ekki að horfa á eldhúshurðina, en ég er að horfa, þú veist, í aðra átt, en hún er þarna. Og ég bara svona, eitthvað svona horfa eða tala við ömmu eitthvað, svo bara svona, það var einhver inn í eldhúsi að stúsast, þetta var ekkert creepy. Nei. Ég varð ekki hrædd, ég bara svona leit á eldhúsi og sá ekki neitt þá auðvitað og bara svona sem ég bara svona brosti. Já. Og bara, hann bara hérna. Hvað þeim gæsað? Þarna fannst mér bara, ég held ég aldrei típar sem ég segi, myndi finnast það krútlegt, en mér fannst það pínu bara svona, já. En það var ekkert að því að þú veist, maður finnur alveg þegar maður er hræddur. Já, það er alveg bara tvennt ólíkt. Tvennt ólíkt. En þetta var svona góðkynja draugur. Ángríns. Ef ég mætti orða það þannig, já. Já, ég skynja alveg oft svona góðkynja drauga. Ekki? Já. Já. Þess að fylgjur. Það er svona hluti sem við gleymdum að ræða seinast. Það er enda geggjaði punktur. Og þeir sem veit ekki hvað fylgjur eru, það er svona draugur sem er að fylgja einhverju mannesku. En þessi fylgja kemur alltaf undan manni. Já, eða bara svona fylgjan þín. Já. Er þetta þá önnur manneskja? Þetta er oft manneskja, sko. Já, er þetta ekki bara eitthvað þú á undan? Nei, ekki alltaf. Nei, ok. Allavega ekki eins og ég upplifa. Okay. En þú veist, mamma segir mig að ég er fylgju, en hún hefur aldrei nefnt það sem mannesku. En svo hef ég fundið aðra fylgjur og þar eru manneskjur. Og svo kannski hefur mamma bara ekki fundið manneskjur, ég vil ekki segja mér að sé manneskja. Einmitt. En það sem mamma sagði alltaf um mig, bara þegar ég var yngri og var að koma heim bara á skólanum og menntaskóla, hún vissi alltaf hvenær ég var að koma heim. Bara alltaf svona 10 mínútum áður þegar sendu mér, ertu komin? Já. Bara nei, ég er bara að leggja eftir 5 mínútur. Já, ég er bara rétt hjá. Ok, þetta var svona alltaf. Og þá sagði mér það bara seinna, bara nokkuð mörgum ára seinna, bara já, þú veist að fylgjan kemur alltaf svona 10-20 mínútum áður. Þannig að hún snýr, bílastæði var svona í glugganum, bílastæði fyrir fram á gluggan, þannig að hún sat alltaf í sófanum. Já, þú snýri baki, þegar hún sat í sófanum, þá snýri baki í bílastæði. En ég fann alltaf þegar ég púlaði upp í götuna, þá sá ég bara að hún snýri sig við. Þú svona sem er búin að snúa sig við. Já, hún var svona vissi að ég var að koma. Já. Og þá var hann búin að vita að það var alveg 5 mínútum áður, 10 mínútum áður, 20 mínútum áður. Það er svo grillað. Það er svo mikið af svona. Já, þetta er sama og pabbi sagði ekkert með mig, hann sagði ekkert með mig, þú veist, ég veit alltaf hvenær þú ert á leið og þegar, þú veist, ég bý ekki hjá pabba, skilurðu, en hann vissi alltaf bara svona, þú veist, ég var leið svona farið til hans án þess að vera eitthvað hægir að koma eða eitthvað nákvæmlega, bara pulla upp bara
bara pull-up eða bara ætla að ná í eitthvað yfir daginn Nákvæmlega. þú veist, þú hefur allan daginn 12 tíma til það skilur hann bara svona alltaf einmitt vissi bara, þú veist bara, og hann bara sagði opnar hérna bara hæ Birta, já já, þú veist ekki eitthvað, hei, hvað bara þú gerir bara, þú veist, ég kom inn og ég finn hann ekki hann kannski niður bílskur eða eitthvað, svo er ég eitthvað svona pabbi, ég kom inn, já, ég vissi það þú veist, hann bara það var aldrei eitthvað svona, er þú mætt þú veist, þetta var alltaf eitthvað svona og hann sagði einmitt eitthvað sem að við bara svona, já, þú ert alltaf komin 10 mínútur áður en svo hef ég heyrt, talandi fylgjur að það ekki allir með fylgin á undan sér nei, það ekki gott að vera með hann eftir sér nei, þú vilt ekki vera með hann eftir þér sko. nei þá einhverju eldaði, hinn að fylgja þér og passa að þú komir á réttan stað og bara sért á góðum stað er eins og hinir sem koma þá undan eða fylgjan þín sem eða með fylgja sem undan er þá ekki pínu eins og hún segja aðtuga aðstæður svona heimaðar og hvernig eða þú veist bara aðstæðar eins og, já, bara ég held sér líka bara svona make sure you get home safe skilur líka það meðan hinn fylgjan sem kemur eftir manni hún að elda þig skilur já, þú ert með eitthvað bakinu já, þú vilt frekar hafa en ég hugsa að hún sé að þessu eða ástand já, kannski oft sem að maður komið heim fylgjan kemur heim og undan þér og svo, fuck, ég glemdi þessu í búðinni já, eða bara svona, ég nenni ekki heim já, og svo þú ert kannski að flýja eitthvað aðstæður já, einmitt eða þú veist, þá ekki okkar dæmi, nei, en þú veist, kannski bara eitthvað, ég veit ekki, kannski bara búið að brjótast inn og ræningin ennþá heima já, og þú hefði lappað inn heimtíðin einmitt já, það er oft sem svona ef hún hefði gert þetta þá hefði hún dáið eða eitthvað, kannski var fylgjan að passa upp á hana ég hugsa það, að því maður oft heyrst svo ógeðslega svona tilviljunarkennt bara svona já, ég ætlaði heim eða ég ætlaði inn í þessa búð en ég ákvað allt í einu að brjóta upp rútínuna mína og gera það ekki eins og ég heyrði þú veist, það var gæi sem að ætlaði að fara að skoða tvíburaturnana bara var í New York þegar það gerist þegar árásin á tvíburaturnana gerist shit hann að fara að labba inn sé pulsustand og bara vá, mér langar í eina góða hotdog stoppar og fæsir eitthvað sem hann ætti hann var ekkert múin að plana að gera hann var bara að fara að labba inn en það eitthvað sem segir hann að stoppa svo horfir hann bara á þetta að gerast Jesus. En hann hefði bara verið komin upp og hann hefði bara, þú veist mjög líklega allavega hann að slasast nákvæmlega eða bara eitthvað verra sko já. en eins og þú veist, trúir á svona afterlife já hann sværi verið ekki þessu samræði nei, já, þú veist, ég tala svona ég meina svona reborn reborn, ég geri það alveg sko nefnilega, ég líka, en svona inn á milli ég fatt ekki alveg að það myndi gera sem mig en ég trúi fólki sem að segja bara að þetta er yfirleitt börn já, en ég líka þú serð það alveg, ég hef alveg hitt börn þú veist, sem eru gömul sál er það ekki einhvers konar reborn? Jú, einmitt, við erum alltaf að tala um að við sem svona hvaða tímabili við erum frá og hvaða aðra vinkunar okkar frá og hver eru nýjar og sumir eru bara glænýr eins og Gunni er glænýr Birni frendi minn, ég held að hann sé glænýr en það var líka eitthvað sem ég sá bara í augunum hans hann var svo ógeðslega tær og stór og svona athugul augu að ég var svona, wow, he's brand new hann veit ekki, en svo sé maður lítil börn sem eru miklu svona dularfulli dularfulli augu mér finnst það ógeðslega mikið í augunum það er svo mikið svona gluggasálarinnar líka bara litlu bróð minn þegar hann var yngri þá var ég bara, þú veist meira en ég sko, þú veist eldri en ég sver það já, nákvæmlega ég bara fann bara, hann bara þú veist 2 ára, hann bara segja mér svona sögur og bara svona logic og ég var bara svona hvað er þetta að segja, hvernig þetta er þetta í hug litlu bróð minn líka þegar hann bjó hann bjó hjá mömmu sinni og í íbúðinni sem við byggi það hefði strákur þú veist, strákur sem bjó í íbúðinni undan hefði fyrirfært sér, ekki inn í íbúðinni en bara, þú veist, strákur sem bjó þarna og hann hefði verið eitthvað svona, ég veit ekki hver þetta var eða, þú veist, eða neitt slíkt og þetta þekktist ekki neitt hún bara vissi að mamman þegar hún fór að búa í þessari íbúð að því að hún er nýflutt inn og hún á eftir að gera svona upp og eitthvað þannig það var veggur þarna og þá var búið að skrifa ljóð á vegginn þú veist, inn í eldhúsi þú veist, bara eitthvað svona ljóð og það þarf ekki að hafa verið eitthvað bara svona creepy sorglegt, en þetta er bara svona eitthvað veggskraut eins og fólk með bara eitthvað live, love, whatever var bara með eitthvað svona veggskraut sem hann bara var búinn að skrifa og litla bróðir minn er örugglega svona 4-5 ára hann situr, hún sagði mig frá þessu hann situr eitt skipti og hann bara svona starir á vegginn svo bara fyrir hann að gráta
og hann sagði eitthvað, leið mjög illa hérna. Oh my god. Til að vita þetta. Oh my god. Já. Þannig að getur ekki verið, einmitt. Þú veist. Ég verður svona mikil gæsa það, sko. Þetta er ógeðslega creepy, sko. En ok, hvað varstu að segja með Reborn? Já, með TikTok. Já, hann tengst TikTok sem ég ástæðan okkur byrja að pæla svona mikið í þessu aftur. Það er alltaf komið núna TikTok, eitthvað. Segir einhver kona, bara eitthvað, tell me when you knew your child was haunted, eða eitthvað, skilur. Já, líka til psychopath. Ég er alltaf að læka þetta, að þeim langar að fá meiri sögur. Og það var einn sem að sagði að dóttir hennar var þarna einhvers staðar bara, já, sá einhverja mynd af tvíburaturnum og hún var 2 ára eða eitthvað. Já. Svo mynd af tvíburaturnum, hún var bara, Mommy, I used to work there. Nei. Hún bara, mamma, ég var að vinna hana. Nei. Hún bara, ha? Hún vissi ekkert, hún var ekki frá New York en hún veit ekkert hvað þetta er. Hún bara, já. Sagði þessu bara frá deginum sem þetta gerðist. Hættu. Hún bara, ég þurfti að hlaupa upp á borð, gólfið var svo ótrúlega heitt, þangað til ég ákvað bara að hoppa út úr gluggann og þá dó ég. Ég myndi að 2 ára barnið segir þetta. Nei, ég get ekki neitt, sko. Nei. Ég get ekki neitt. Ég var bara, og líka bara, þú veist, aldrei hef ég pælt í því fyrir en eftir ég sá þetta að auðvitað gólfið heitt þegar byggingin er að springa, skilur. Já, sjálfsög, en ég get ekki eins og búið þetta til. Nei, þú veist, ég get ekki búið, ég segja bara, vá, hvað, hún getur ekki verið að ljúga þessu, sko. Nei. Það er líka bara svona sögur. Ekki ef að krakkinn sagði þetta, auðvitað getur mamman verið að ljúga þessu, við tökum því öllum með fyrirvara. En segjum þetta sé satt og krakkinn hafi sagt akkurat þetta, þá er ekki séns svona að geta búið þetta til. Nei. Það er ógeðslega skrítið. skrítið. Svo líka bara svona sögur af litlum krökkum sem að muna eftir hvernig dóu í stríði. Það var einhver lítill krakki sem að fór á, þú veist, hann bara vissi bara hvað hann hét, hvernig hann dó, maðurinn, og svona hann í fyrraleyfi, og hann var svona flugmaður, í svona herflugmaður, og hann fór með, lét hann fara alla leið á staðinn sem að flugulinn krassaði, og hann fór bara að hágráta þegar hann kom anga. Því hann man bara eftir þessu. Hvernig býr þetta til svona til á litlum krakka? Nei, þú getur ekki. Þetta gæti alveg verið leikari, skilur, en ég bara... Já, en við erum að tökum þannig að þetta allt sé rétt, skilur. Þá já, þetta er sturlun. Einmitt. Þetta er sturlun. Litli krakkar muna svo mikið. Og ef maður er alltaf að minna sig á hvað gerist, þá man maður það. Já. Ef maður, þú getur svo mikið ákveðið einhvern veginn hvað þú manst. Já, en þú getur ekki búið til. Nei. Þú veist, þú getur búið til, já, en þú getur ekki búið til 3 eða 4 ára upplýsingar eins og gólfið var heitt. Nei. Þú átt ekki að hafa vitund til þess. Og það var ótrúlega margir sem stukku út úr gluggan. Sturlað, sko. Og þú veist, eins og við, hvaða tímabil heldur þú sérst frá? Ég veit það ekki alveg. Ég held ég sé bara 1900, þú veist, ég held ég var svona 1945, bara í seinni heimsstyrjöldinni, þá var ég svipum aldrei ég núna. Ég held ég upplifa hana. Já. Því áhugin minn er svo mikill þegar kemur að sögu og sérstaklega seinni heimsstyrjöldinni. En það hlýtur að vera út af því að ég hafði einhverja minningur þaðan. Ég bara, sorry, þetta er ógeðslega astarlegt. Nei, en þessi þáttur. Welcome to Tibu, þetta verður þannig þáttur. Þið er bara að hlusta á okkur pæla bara. Ef við komum kjánrall núna þá bara slöku. En ég sverða, já, ég held ég sé frá okkur því tímabili. Ég held nefnilega sko að ég sé ekkert eitthvað, ég veit að ég er ekki brand nú, ég bara veit það, en ég held ég sé ekki það gömulsál. Nei, ég held ég sé svona 80s, 70s. Já, ég held ég sé ekkert mikið eldri en það sko. Þú ert alveg 100% fyrr held ég. Ég held ég samt skilur, þá hlýtur ég að hafa dáið ung sko, eða ungur. Já, meinar. Ég til dæmis, ég hef eina vinkonu sem að hún getur ekki verið með hálsmenn, hún getur ekki verið í rúllukra eða neginu sem tengist eða snertir hálsun á henni, og þú veist, hún hefur átt kærasta sem hefur reynd að kissa á henni hálsinn, eitthvað bara gengur ekki. Shit. Við vorum alltaf að segja bara eitthvað, þú varst hengd. Já, hengdi eitthvað. Þú varst hengd í fyrralífi. Það hlýtur, þetta er bara, ég hef ekki séð manneskjur í akta svona. Þú veist, mamma er alltaf einhvern svona rétta úr henni, eitthvað svona, þú veist, snerst hana bara eitthvað, og hún bara svona fríkar. Shit. Hún fær bara svona innilokun að kenna. Það er ekkert úr þessu lífi sem að hún... Það var ekkert gest. Nei. Hún er aldrei, enginn hefur kyrt hana eða neitt þannig, sko. Vá. Steikt. Mjög. Ég veist, það er bara svona að ég vissum hann hefði verið hengd í ferðinu. Eða kyrt, þá var mannur meira af því að maður er alveg 7 mínútur að deyja eða eitthvað. Já. Úff.
Þannig að þú veist, það eins og hún svona sem smá svona já. Trauma. Já, ég veit ekki. En Reborn, jú, ég hef 100% trúið, sko. Ég ætla að segja ykkur eina sögu með fylgjur sem ég lendi í daginn sem mjög bara áhugavert. Ég var sem sagt hjá vinkonum minni og vorum bara einar heima og vorum bara 4 vorum bara að spjalla og eitthvað og foreldrarna voru sem sagt ekki heima og svo allt í einu komuðu heim, held og ég bara svona snými við hurðinum svona bakum mig ok, þau eru komin, ok, kekja svo kemur enginn og ég bara what, ok og alveg vissum að einhver kom rétt á hann svo byrjar barbygshurðin inn í andrinu bara á fullu bara að skellast já, bara opnast og lokast ég what, eitthvað það eru allar bara, því við byrjum að tala það því ég það er eitthvað komin, skilur, það eru bara hvað tala ég ok, ég held að það voru komin svo byrjar þetta svona 5 minútur seinna og þú veist ég byrja bara svona rétt að fríka þér óvart út ég var bara svona engar áhyggjur þetta er ekkert slæmt, sko þetta er ekkert slæmt, þetta er bara gamall kall og það er bara vissi það bara ég staði bara sem ég sagði og það er bara eitthvað býttu gamall kall, ég eitthvað já, þetta er bara eitthvað eldri maður bara mjög góður, sko mjög fínt, ég bara svona ég veit ekki af hverju, ég fann bara eitthvað svona á mér að þetta var gamall kall aðeins eldri en foreldrar hennar og ég var bara eitthvað þess vegna hélt ég fyrst að það var þau að þau komu því ég bara, ok, þetta er bara þau og svo erum við bara að byrja að tala um þetta gett mikið og eins og ég segi, maður má ekki byrja að tala um þetta því þá byrjar þetta svo mikið allt í kringu þau byrja að frika þau út og þú veist, þá gett mikið vindur úti þannig að allt í hennu byrja, þú veist, svalahurðin opnast og eitthvað, ég er bara svona ákveðstelpur þetta er ekki tengt þessu, hættum bara að tala um þetta ekkert meira um það en svo nokkur dögum setna sendir hún á mig og vinkona mín, hún bara En hefur hún aldrei áður upplifað neitt heima á sér? Jú, nefnilega. Okay. Hún sendir á mig bara, ok, ég get ekki hægt að hugsa um þetta, þannig ég spurði með mig út í þetta. Nei. Hún eitthvað, Sunniva fann fyrir ykkur gömlu kallina og mamma er bara, já, það er gamli kallina. Nei. Hann er fylgjan hans pappaðins, hann kemur alltaf undan pappaðinum. Nei. Jú. Hættu. Hún sagði þetta bara með mesta öryggi heimi, bara, já, bara eins og segja, bara, já, þú veist, í dag er whatever, skilur. Hún bara, já, það er, þú veist það alveg, þú veist, það var svona þannig. What? Það var bara gamall kall, fylgjan hans pappaðins og ég fann að foreldrarna voru komnir og ég bara svona, wow, hvað þetta er steikt og þú veist, vinkona mín var bara what the fuck hún var bara, hún sagði bara, mamma mín er alveg eins og þú þegar hún sagði þetta, bara, já það er gamall kall hérna já, bara, já, bara eins og það væri bara mest basic í heimi greið, vinkona mín er bara fríkandi út en hún sagði við mig ég sagði við hann, senda hann í voice message bara, engar ágjörð, þetta er ekkert slæmt þetta er bara góð orka, hún bara, já, ég finn það ég greið hjálpin, en þú veist, þetta var 100% þannig þetta var svona ekkert þetta var ekkert illt nei. en ógeðslega fyndið að þetta var svona, hún var bara vissi ekki neitt, skilur ég fyndi hvað þú bara ég mætir hana, já, ég hef ekki oft farið heim til hennar það var langt síðan ég fór heim til hennar en við chilli kannski ekki oft þar nei, ekki þar og við vorum hana, ég var bara svona spes já, mjög skrítið en mamma hennar er fædd sama dag við hefum sama afmælisdag nei, wow, það er steikt við erum nákvæmlega sama afmælisdag og þeir eru saman manneskja bara ég held að en líka, þú veist, þið voru svona líka að drekka það ekki? Jú. Það er ekki líka eitthvað að tala um að það opnistundum fyrir? Gæti verið. Opnistundum fyrir eitthvað svona gott. Er kannski nemur hans meir, ég veit ekki. Gæti verið, en ég hef aldrei fundið neitt þegar ég er að drekka, sko. Nei. Þú veist, ég er yfirleitt bara en það ekki sem minn eftir. Nei, það var samt einmitt ein sem að senda okkur það var ein sem senda okkur eftir síðasta þátt eftir að við tölum um sem gerast á Magaluf. Já. Sleep-paralysis á Magaluf. Já, eða þú veist eitthvað, ég kom heim og einmitt og þú varst nýbúin að lenda í svona sleep-paralysis og það var einn sem senda okkur típist að ég finnur það ekki? Að típist að ég finna þetta ekki, skilur en það var stelpa sem senda okkur Jú, þetta. Fannstu þetta? Já. Ok, lesi þetta. Og ég lesi bara allt. Segir hún ekki bara eitthvað svona, já, rétt eitthvað þegar, Já, ég fann þetta. Ok, ég skal taka þetta bara. Hún segir, þú veist, þegar voru að tala um að mennirnir stóðu Sunnu í Magaluf og svo kemur Birta full heim og hún er að segja, þú veist, þegar hún og systrina voru að byrja að djamma þá bygguðu hjá mömmu þeirra
í húsi sem var mjög haunted og þá vaknaði alltaf bróðir þeirra sem var mjög lítill, sturlaði svona kortri áður og mamma fór að vera vör við mjög mikinn umganglæti síðan hætti þetta allt þegar þær komu inn en þá talaði hún við sérfræðinga mammenar og þá var sagt við mammenar að þetta er svo rosalega algengt að það fylgir manni eitthvað svona heim þegar maður er fullur það mikar ógeðslega mikið sens að því að sko vitundin þín eða bara svona ekki, ég kann ekki íslensku fatt hvað ég meina, þú veist, er niðri svona já, þú var bara raunsæið, ég veit ekki alveg en kannski er það bara flugandi fyrir ofan og þú ert bara búin að taka út bara vitneskina þína og það er verið að þú ert bara sjálfa að passa þig já, eða það, einmitt eða fylgja einn sé ennþá sterkari þá þessi líka, hversu oft hefur maður bara verið aðeins og fullur eitthvað þar og bara hvernig fokkan komst ég heim, skilur já, einmitt það er svona, hvernig komst ég heim, hvernig er ég bara in my own bed, skilur já, einmitt það getur ekki verið, já, en maður man ekki eftir því það hlýtur eitthvað að hjálpa manni, sko að þá er það fylgja einn já, allan daginn þá er það fylgja einn, bara svona einhvern veginn að koma lætur þér bara að hringi taxa eða hringi eitthvað til að sækja þig því maður er bara skertur, sko 100% þegar maður er í því ástandi en þannig ég hugsa að það geti líka einmitt verið bara en ég hugsa að geti þá líka spila inn í þannig að þú veist, þú kannski nemur aðeins meira að því að þú ert ekki með eitthvað svona, þú veist núna á daily basis, nú sitjum við bara hér og við drekkum teskilur og þú veist við erum ekki neitt áfengi í blóðinu, þannig þú veist við erum alla gáttir uppi, þú veist við erum varar við okkur, þú ert ekki eins vör við þig nei, þá kannski opna skáttin meira já, ég segi það en þú veist, ég hef aldrei samt lent í því að vera eitthvað hrædd við eitthvað þegar ég er full, sko nei, en manstu það bara eða er það bara að gerast fyrir fram að þú ert ekki að fatta það getur verið, sko já, þetta er svo mikla pæling kannski best að vera tipsy til þess að sjá það svona, ég hef smá svona vitund eða hvað sem maður kallar já, þið fattu hvað maður er að meina og en samt svona gáttirnar byrjar að opnast að því maður svona fer úr ferningunum yfir í eitthvað ring, skilur eða eitthvað já interesting ég skal pröfa þetta fyrir okkur, ég skal vera tipsy eftir ok, takk thank you very much en já, ég svo mikið svona erstu búin að lenda í eitthvað meiri síðan við vorum að taka upp nei, ekki nema þetta og bladran, sko já. En ég var einmitt að pæla á hann það er ekkert mikið búin að gera stuð mig upp á síðkasti nei það er mjög grillað en samt alveg mjög steikt að þetta heima hjá vinkonum mín gerðast, skilur ég var bara mjög grillað, sko að þú veist, ég hef ekki mikið verið að lenda í eitthvað nýlega, ég var alltaf að lenda í miklu meira fyrr, sko en þú líka, þú ert nýlega flutt já það spila náttúrulega líka ný þú veist komin úr gömlu haunted íbúðinu minni sem við tölum í síðasta þætti, þannig að þú veist augljóslega það spila inn í augljóslega, getur ekki borið það saman við þegar þú bjóst á stað sem var haunted svo er ég líka eiginlega hægt að sofa bakinu en núna er ég byrjað að reyna að sofa bakinu aftur þegar maður fær svo mikla hrukkur ef maður séur á hliðinni það var erfitt að vera við maður já þannig að já, þetta er bara 100% líka bara hversu þreyttur þú ert eða eitthvað, skilur veit það ekki því ég er náttúrulega lendi mest í svona svefntengdum draugum, sko en inn á milli svona ég saknaði smá, nei tjók, ok það er að lendi í eitthvað eftir, sko sem ég 13, sko já, mest það sem ég hef verið að lendi í núna er, þú veist, bara svona eins og ég tala aðeins hjá ömmu, bara svona ég lendi því að sjá svona út undan mér, en svo lendi ég líka heima hjá foreldrum Gunna daginn að sem sagt, ég sit matarborði og bróðurins Gunna á kæristu hún er þarna líka hún situr við endan á borðinu og af einhverjum ástæðum líti ég beint á hana bara svona upp úr þurru, bara líti á hana að því ég sé að hún er að horfa á eitthvað sem að er ekki og ég svona set bara svona segir eitthvað, ég bara svona horfa á eitthvað, vera að horfa á eitthvað og svo svona bara svona lítur hún bara svona niður, bara svona fengi störu eða þú veist eitthvað þannig en ég sá að þetta var svona ekki starra, þú veist að því hún var alveg að hreyfa augun okay, ég fattur hvað ég meina, svo lítur hún bara svona niður og ég eitthvað svona, hvað varst að horfa á? Hún eitthvað, byrju, sástu, ég spottaði bara þig, hvað varst þú að horfa á? Og hún leið, ég sver mér fannst þess að koma hreyfing úr þú veist herbyggi sem er á endanum
hún bara, ég var alveg viss að það væri einhver inn í herbyggi eða hvort hún að vera labbi inn í herbyggi eða þú veist, einhver hreyfing hjá herbygginu og það var svo fyndið hvað ég bara veist, ég misti af því að sjá það ég veit samt þú gerir þetta svona oft í mig líka sko. Já, ég tek svona eftir öðrum gerir að þú veist Já, ég oft lendi ég að þú ert bara eitthvað Sunna, hvað þar á? Já bara, ekkert Já. Ég held að sérst þú sem tekur oftast að því ég ger það sko. Ég fæ oft svona sem ég bara svona er eitthvað annað eða ekki Já, þú ert bara svona að pæla Já, og ég er bara svona, og þú er kannski allar stelpunar að spjalla eða eitthvað, ég er bara svona ein svona og þú ætlar ekkert að segja þetta upp átt Nei, því en ekki að fara út í þetta því að þá byrjar eitthvað að koma sko. En það er oft sem ég er bara svona með góða stöður bara alveg svo þú ert að lýsa núna og svo bara lítur þú hjá og bara svona ok, whatever eitthvað, það var ekki, whatever en ég var einmitt bara eitthvað svona ég man að ég gerði þetta líka við því þegar við fórum í sumarbústað í sumar Ó já, hjálp Segðu ykkur að við segjum þær sögur eða ekki Ég bara, svo sem mann það ekki heldur En þá var það við fórum í stóran sumarbústað í sumar Sá var hondið sko Vá Jesus, Líka ég finnst hugsaði þér ekki fyrir en eftir á einhvern veginn hvað þetta var ógeðslega mikið Ég fatt það alveg þannig Já, ég náttúrulega fatt það þannig en eftir á var ég bara svona, þetta er alveg ekstrím Sko finnst þið líka ekki skrítið sem eitthvað sem ég pæli í núna þú veist þess að, ok ég man ekki hvort við vorum að segja frá sem bara, ef við ríköpum bara rosa hrætt og fórum í sumbústað og það var einmitt alltaf þetta að skeið það var svona út undan okkur var alltaf eins og væri eitthvað að hreyfa sig Já, þú veist, við vorum ekki bara við í bústaðinum sko, við fundum það öll einhvern veginn En finnst það ekki spes með það var til dæmis kjallaraðna og þar var púlborð og gef mikil, þú veist, þar var sófar og bara önnur setstofa. Ég fór einu sinni niður. Ég fór aldrei, sko. Nei, þú fórst aldrei. Nei. Ég veit að, ég segi það var eitthvað sem að... Ég gat ekki fara hana niður, sko. Nei, en þú gerði það ekki meðvitað. Nei. En ég bara ætlaði ekki hana niður. Ég bara inn í mér. Ég man, ég fór, þú veist, við komum hana og tókum móti húsinu þegar við varum að fá húsið og þá fórum bara með okkur túr með allt húsið og ég var bara svona, ég labbaði inn í svona ok, alltaf svo fyrir við að hún sýnir okkur allt svo byrja að fara niður, ég bara, holy shit ok, fyrir niður beint út af því maður kemst út niður og stend svo úti á meðan þið að sýna allt niður og ég var bara svona eins mikið og það er ekki að fara í púla og eitthvað, ég var bara svona, við fórum aldrei niður sko. Ég fór einu sinni niður þá til þess að þú veist, ná í Gunna eða spurði hvort að Gunni var með hleðslutæki af því að hann var niður í púl ég fór af eitthvað svona ástæð því ég þurfti að biðja eitthvað eða ég man ekki hvað var allan tilgangur í ferðamina niður í kjallara var eitthvað að spurja Gunni eitthvað þannig ég fer niður eitthvað svona, Gunni, ertu með hleðslutæki eða eitthvað svona hann gaf það upp í herbyggi, ok, aftur upp en tók aldrei leikarna eða neitt þannig og þau voru öll í púl niður, við vorum bara uppi á meðan allir þessi sem eru frekar brand new og voru þarna niður sko en ég fann líka á efri hæðinni sko það er ástæðan ég var bara, það var eitt herbyggja bara á ground floor og ég var líka bara dips því að ég var bara ég kom hann undan byrtu og ég bara tók þetta herbyggja og bara ég held að mér liði best hér og því þegar ég var uppi þá var ég bara svona ok og það var ég mitt svaf uppi í herbygginu sem ég fannst eins og alltaf eins og væri þetta herbyggi sko sem þú varst í þetta var flott þetta herbyggja uppi þannig að ég valdi það fyrir byrtu en ég var þann inni og bara svona ef ég myndi horfa hryllismynd þá þetta er nákvæmlega herbyggið já, basically en þú veist, við vorum svo heppin, þú veist, ég og Gunni vorum inn í þessu herbyggi en vinkun okkar Kristín kom það var auka rúm að þenni, þannig að við vorum 3 að þenni það var ógeðslega þægilegt ég get ekki myndað mér að hafa þetta rúm tómt það hefur ekki verið næs nei, veist hvað ég meina, þannig að það var ógeðslega þægilegt og allir svona, sama Kristín sé svo inn herbyggi já please be here ég hef líka látað hann svo annars það var ekkert, það var, þú veist, en hún átti að náttúrulega svo þarna en er í kjallara já, hún vildi ekki vera í kjallara nei, þetta ekki en það var alltaf eins og væri þegar við sátum á einmitt ground floorinu það var bara, þú veist, þá sat maður svona og maður sá svona upp og sást í stegagangin eða þú veist, þú sást í gangin uppi já, þá var svona svalir og gangur með herberginum og klósettinu uppi og þannig að þegar þú sást niður yfir stóra mataborði þá var þetta basically í augsýn að þú myndir horfi upp, þá myndir þú kíkja á herbergið ég snýr alltaf baki í þetta já, en ég satt ofta núti enda og var ofta eitthvað svona að tala við eitthvað með borðið og svo leiti bara svona upp hver var það? Okay. Ég held ég farið andur svona 2 svona upp alla farina já, þú varst ekkert mikið uppi nei, en hvað ætla ég að segja já, líka, ok, við vorum stór hópur vorum 11 eða eitthvað og það máttu vera 11 hans um tíma já. Og
Það var alveg sumar. Og við vorum alltaf bara, já ég veit, en við vorum alltaf bara komin öll niður og fá okkur að borða. Svo sátum við bara öll sem hópur, allir komnir og vorum alltaf bara, var þess að vorum að bíða eftir einhverjum. Já, það var svo oft eitthvað svona, vantar ekki eitthvað? Nei, byrju, það allir þetta. Alltaf öll að bíða eftir einhverjum einum. Já. Þó að var aldrei neitt til að bíða eftir. Nei, það er rétt hér. Það er svo steikt. Það er svo steikt. Já, það voru allir með sinn, svona magaskiluru. Viltu meira þetta? Já. Og já, en við vorum alltaf að bíða eftir einhverjum og þú veist, eins og sem Kristín lendi niður í kjallara. Hvað var það? Nei. Hún var að hringja í mömmu sína. Jú, what the hell, það var sturlun. Já. En svo það greint að kom skýring á því. Já, ég man þetta ekki skýringuna. Ég man það. En það kom skýring á því, en of seint. Of seint. Af því að við fórum ekkert niður í kjallara eftir þetta. Nei, þetta var bara, veistu, og við vorum líka aðeins búin að ræða þarna eitthvað svona, heyrðu, er engin annar að finna þetta? Já. Líka, hún sagði við ykkur þegar þeir tóku á móti húsinu, reyna að skilja hurðir eftir lokaðar út af Lúsmý. Það var alltaf hurð opin. Já. Enginn sem tók líka enginn sem tók á sig að hafa opnað hana. Nei. Aldrei. Og þetta var aðal inngangshurðin. Og við fórum aldrei inn um hana. Fórum aldrei inn um hana. Nei, fórum alltaf inn um svalurina. Við mættum bara bústað og vorum hana. Já. Og við vorum alltaf að labba inn út um svalunar. Já. En það opnaði enginn þessa hurð. Það var svo skrítið. Svo skrítið. Ég gleymi þessu. Líka, Sunniva, við vorum fyrsta kvöldi með ítalskt þema. Já. Það er ekki ennþá neitt búin að segja að borða þetta brúsetta. Ángríns. Hver fucking borðaði brúsetta? Nei, það var þessi vinnur okkar. Ángríns, lítla stelpan. Já, þetta var stelpan nefnilega. En það er... Ég held sér alveg fleiri heldur en já, stelpan. Já, þetta voru alveg nokkru þarna. Já. En það er sagt, ég held að stelpan hafi verið í kjallaranum. Nei, hún var öfriðinni, sko. Nei, ég held að hafi ykkur fullarum verið uppi. Og ég sá manstu stelpuna. Alveg rétt. En kannski var hann bara hlaup upp, ég veit það ekki. Allavega, til að setja í samhengi þá gerðum við pastakvöld. Já. Og gert aðeins aukarlega. Já, við gerum aukarlega því að Gunni, kærastinn var eftir, þess að hann var að koma seinna. Já, hann var að klára eitthvað að vinna og kom seinna kvöldi. Þannig að við spörum fyrir hann rétt. Eina brúsetta. Og eina brúsetta, af því að það var bara kláraði strax. Já, það var svo ógeðslega gott. Já, og það var bara, allir voru bara svona geðið mikið að tísa að fara að borða hana, skilur. Allir bara, ég bara, nei, þetta er fyrir Gunna, hann verður að smakka þetta, þið viti hvað þessu gott þetta er. Hann hverfur brúsettan. Já, hann mætir. Og en þó í dag, skilur, þetta væri, veist, ekki, don't get us wrong, ykkur sé ennþá að halda þessu frá okkur, því í dag myndum við bara skellihlæja. Já, af því ég mig langar ekki að vita bara að þetta meikar ekki sens að enginn borða hana. Enginn borða hana. Og þú veist, manniska sem að borða hana myndi við ekki hana núna. Já, 6 mánuðir seinna. Já. Ég myndi við ekki hana að það var 2 vikur seinna, þetta var ég sem borða hana. Já. En það er allir bara, ég sver. Það er enginn að gefast upp hérna. Þannig ég held að þetta hafi verið bara... annarkvæmst draugur eða verið með fucking legara með okkur. Já, hvor vera? Ég veit það ekki. En ok, ég var að fara yfir eins og ég segi, við höfum, sko, við getum talað um þetta í 14 klukkutíma. Samfleytt. Taka nokkra sögur. Og svo kemur náttúrulega bara part 3 því... Já, og 4 og 5 eldi, sko. Já, þetta verður þema sem fyrir gegnum þetta podcast. Já. Þannig að ef þið eru að hlusta núna og ykkur dettur fleiri sögur í hug, þá með ég bara endilega að senda okkur. 100%. Ok, hvernig að byrja þetta? Þú maður bara byrja að taka eina. Ég ætla bara að taka eina af e-mailinu. Já. Það er ekki bara flott. Jú, það er æði. Ok, og hún segir ég með eina stutta sögu fyrir ykkur. Okay. Þetta gerist ekki við mig, en þetta gerist við vinkonu mína. Þegar hún var lítil, alveg yngri en 5 ára, þá sá hún oft langömmu sína sem var dáin. Hún sagði mömmu sinni frá því og lýsti útlitana alveg eins og hún var. Langömmunar dó löngu áður hún fæddist og hún hafði aldrei séð myndir af henni. Þetta er kids, sko. Kids eru ekki í lagi, sko. Þau sjá allt, sko. Þeir eru í lagi, en þetta er ekki í lagi, sko. Nei. Ef að barnið mitt byrja með eitthvað svona, þá er ég bara, þú er að fara pössum til Sunnivu frænku. Segja henni þetta. Koma með the evil til mín. Já, takk. Það sem ég sé allt. Jú. Þá getur ég bara rætt þetta saman, skilur. Nei, leiðina að eiga þetta eins og ég. Mamma sagði mér ekki að hún fyndi fyrir þessu líka fyrir en ég var bara 24 ára eða eitthvað. Það er líka mjög gott. Ég var bara, what the fuck. Já, ég er spennt að sjá hvort barnið mitt verið 9 eða gömul sál. Já, ég er mjög spennt líka. Ég hef ekki hugmynd. Að þetta blandað mér og Gunnari. Úf, þetta verður áhugavert. Já.
Hvor heldur þú? Ég bara ándis veit það ekki. Nei. Ég hef enga tilfinningu fyrir barninu fyrir það kemur, sko. Nei. Ég get aldrei giska rétt kyni eða neitt, sko. Nei, rétt. En Tinna Maríanna Jói, myndi sem sé brand new. Já, eins og staðan núna. Já. Ég held að. Það er mjög sem er svo tær augu. Hún er rosalega. Já. En, já, ég veit það ekki. Þú veist, augun alltaf segir svo mikið, ég veit ekki af hverju. Og hún er með svona alveg, eins og svona Birni frendi minn, bara svo ótrúlega tær. Já. Þess að sjá allt í fyrsta skipti. En svo leiðu að byrja að tala og kannski kemur eitthvað nýtt. Gæti verið. En þú kallt áfram í söguna? Þetta var sann. Ó. Stutt. Já, bara áfram. En ég get tekið aðra hérna. Já. Ok, ég var að hlusta draugasögu þáttun ykkar og langaði svo að segja ykkur eina mjög stuttasögu sem gerist með mig og vinkonum mína þegar vorum rúmlega 10 ára gamlar. En þær eru 20 í dag. Fyrir 10 árum svo satt. Ég bara segja, þú veist, þetta byrjar ekki vel að þegar þær skýrðu póstinn Bloody Mary. Oh my god, ég var alltaf að gera þetta. Álmáttur. Við vorum sérst heima hjá henni og ákvæmum að pröfa að gera Bloody Mary inn á baðherbyggi hjá henni. Við byrjum að googla hvernig ætti að gera það og vorum svo með allt tilbúið. Við fórum hérna baðherbyggi, slökktum ljósin og lokuðum hurðinni. Man ekki alveg hvernig það virkaði, en mér minnir að maður þurfti að segja Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary nokkru sinnum og snúa sér í nokkra hringi. Jöp. Nokkru sekundum eftir hún búnar að því birtist útlínur af andliti hjá gamalli konu í speglinum. Mjög stórt andlit sem fór yfir allan speilin. What the hell? Við öskrum og reyndum að opna baðherbergishurðina en þá var hún læst. Keep in mind að við læstum hurðinni ekki. Það virkaði ekki að kveikja ljósin og við vorum alveg í nokkra mínútur að reyna að opna hurðina. Ok, ég veit við vorum 10 ára og óvitar. En ég man nákvæmlega eftir útdýlunum á andlitinu á konunni í dag og eftir öllu sem gerðist. En ég hef alltaf reynd að forðast að kalla fram einhverja anda eftir þetta. Ég veit að maður á ekki að gera það, sko. Þetta er, þú veist, Ég var reynda líka alltaf yfir yngri, sko. En ég lenti ekki í lið. Ég tjekka henni alltaf út. Að maður á að gera þetta þanga til hún kemur, skilur. Já. Ég gerði þetta líka og ég pröfaði þetta einhvern tímann, þú veist, á líka ég held að fara rosa mikið eftir, ég pröfaði þetta einhvern tímann á skólabaðherbyggi, þú veist, í grunnskólanum mínum og þá voru allir hlæjandi fyrir utan og þú veist, þú varst ekkit svona nei, serious, já. Þú heyrðir í matsalnum uppi og þú veist, það var eitthvað svona þetta var aldrei að fara að ganga. Nei. En að vera svona tvær heima hjá, skilurðu, vinkonunni. Úff. Og svo líka, ég ekkert endilega trúi á það að Bloody Mary sé eitthvað til. Nei. Það er alls ekki málið. Líka bara, típan af Bloody Mary er ekki stórt andlit, skilur, yfir allan speil, en þetta er eitthvað djöfull, sko. Þú varst bara að kalla eitthvað sem var sofandi, eitthvað starf nálægt ykkur, sem bara birtist. Að þarna ertu basically að biðja það. Já. Alveg svo í andaglasi. Þú ert að biðja að fá samband við eitthvað. Úff, ég get ekki sem tala andaglas, sko. Nei. Þetta er ógist líka bara, minnst gott hjá henni hvernig hún skrifar þetta bara, já. Ok, ég veit vorum 10 ára en samt. Þetta er svona eins og við höfum skrifað þetta. Já, nákvæmlega. Hún bara eitthvað, ég man eftir öllu sem gerðist. Og Shit, ég skil það líka, sko. Ég myndi líka bara muni þetta eins og það gerst í ger. Úff, hérna. Og ég taka annað þetta. Já. Segir hérna, sælar, ég var að hlusta draugasögu þáttan ykkar og í þættinum heyrði ég margt sem ég aldrei heyrt áður. En ég tengdi svo sterklega við. Oh my god. Spennandi. Frá því að ég fæddist hef ég alltaf sofið mjög illa. Þegar ég var ungabarn svaf ég aldrei neitt og grét alltaf nætur. En foreldrar mínir, sem bæði við trúa 0 á neitt svona, fundu aldrei neina ástæðu. Og þetta hræði mig ef ég eignast barn sem að sefur ekki. Þú veist, nú verður þetta bara ástæðan. Já, það er bara draugar. Já. Vondur draugar. Já. Ok, áfram. Þau leituðu til alls konar lækna og aðila en ekkert virkaði og enginn fann hvað væri að. Á endanum fenguðu síðan ábendingu á miðil sem sagði þeim, þú veist, pældi að vera búin að fara til læknis og það er allir bara eitthvað, þú veist, þetta barn er fullkomlega heilbrigt, það er ekkert að því. Það er ekki bakflæði að neitt í gangi þarna. Og úrræðið þitt er pröfa að tala um miðil. Þú ert bara eitthvað sem mannski sem trúir ekki neitt bara hvað ert að, en þú sér það en þú er svefnlaus og það næstu bara eitthvað, ég hef enga að tapa. Já. En fengu ábendingu að tala um miðil sem sagði þeim að salta alla glugga og láta blessa heimilið. Eftir þetta svaf ég alltaf vært og hætti að gráta.
notabene, hún var ennþá bara unga barnanna. Stopp núna, Nei, sko, ég fer að grenja. Ég tárast alltaf Ég hef aldrei heyrt þetta sem unga barn. Nei. Og að það hefði virkað. Það virkar, sko, ég er að grenja. Ég er svo hrædd. Shit. Ok, svo í kringum 6 ára aldurinn byrjaði þetta aftur. Ég gat aldrei sofið og lenti líka nokkru sinnum í svona sleep paralysis. Gat ekki hreyft mig né andað. Bara lafhrædd og reynda öskra en ekkert kom út. Það er bara svona sleep paralysis einmitt. Útskýri sig. Nákvæmlega. Eftir því sem ég varð eldri, byrjaði alltaf að kíkja á klukkuna þegar ég vaknaði hverja nótt. Af einskærri forvitni. Í hvert einasta skipti sem ég vaknaði á nóttinni var klukkan á slaginu 3. Oh my god. Og vakna ég enn í dag alltaf á hverju nóttu klukkan 3. Greiðstelpan, hún er haunted. Ég hélt alltaf að þetta væri tilviljun með því að vakna klukkan 3, en eftir að ég hlusta á þáttinn veit ég greinilega að þetta sé engin tilviljun. Hún er vaknað djöflatímanum. Hef aldrei pælt í þessu öllu saman, þar sem ég veit mjög lítið draug og svoleiðis, og var bara hálfpartum búin að gleyma þessu þangað til ég hlusta á þáttinn. Og svo spyr hún, gæti þetta allt tengst? Já. Já. Við erum ekki sérfræðingar skilur, en já. Þetta bara, oh my god, það hræði mig líka, hún var aldrei pælt í þessu. Nei. Og núna bara hlustar hún þáttinn okkar og ég mér líður illa að hafa opnað augun hana fyrir þessu. En samt ekki, nú veit hún hvað hún á að gera í þessu og hvernig, en samt nei að vakna klukkan 3, ekki glýta klukkan næstu vaknar. Nei, það er 100% fyrsta, hættu því. Maður má ekki vera meðvitaður þetta, sko. Og þú ætlir ekki að gefa þeim heiðurinn að vita. Nei. En þetta tengist, ég veit ekki hvort það tengist frá unga barni, en sleep paralysis og slaginu 3, já, það tengist. Og og að vakna alltaf á slaginu 3, já, það tengist. En það er alveg mikið að þurfa að láta blessa eitthvað, sko. Já. Þá eru illir andars. Já, og salta glugga og hvað er það, vampírur? Þú veist, ég hef aldrei hýrt svona. Ekki heldur. En núna er ég að hugsa, kannski heimskulegt. En ég salta aldrei matinn minn aukalega. Kannski það ástæðan okkur ég sé meira en aðrir. Nei, ég held að sé ekki það. Nei. Það vantar salt í líkamann. Ég er að hleypa þetta vinn, viljandi. Hún er ekki að sleikja gluggan, sko. En þau komast samt ekki að manneskjum, skilurðu, eða salt í þeim. Þau komast ekki inn eða eitthvað, ég veit ekki. Oh my god, sko, þetta er hræðilegt. Ég er bara svona, ég veit ekki hvernig ég haga mér, sko. Nei, mér líður bara, en ok, please, gerðu það, þú veist hver þú ert, Ína, eigum við eitthvað að vera... Nei, skulum ekki nafngreina. Nei, en ok, hún veit hver þetta er. Já. Hún veit hver hún er. Og viltu please pröfa að tala um mig. Bara please. Já, en bara taktu fram og vilja alls ekki opna fyrir neitt. Nei, en þú getur beðið um að loka. Já. Þannig að byttu bara um það. Já. Og byttu bara um skýringu. Og það er alveg, ég hef alveg vitað um fólk sem þarf að láta loka oftar en einu sinni, sko. Ég líka. Þannig að það getur verið að þurfa að loka eftir að blessa heimili. Já. En þetta, veist það, ég fæ í magan, þetta hræðir mig svo mikið. Þetta er hræðileg saga, sko. Já, líka sko bara unga börn, það er eitthvað með börn og drauga, bara I can't. Það er að versta, því að þau eru ekki, they can't make this shit up, sko. Nei, og líka bara, þú veist, hún er unga börn, hún grætur og vissulega gera unga börn það. En það er ofta eitthvað skýring, þú veist, þau eru með bakflæði að það er eitthvað. Já. En þarna bara, þú veist, eina sem virkaði þarna var að salta gluggan og blessa heimilið, það segir okkur bara eitt. Já. Það var bara eitt hlutur í gangi þarna. Það var eitthvað að halda litlu barni vakandi. Já, einhver mjög creepy. Það er bara beyond me. Kannski var alltaf svona klípa í hana. Já, eða bara stóð yfir henni. En kannski fattar hann ekki á hrætt því að það hlýtur að vera eitthvað svona bug, sko. Ég held þú getur líka alveg verið hrættur bara, þú veist, að þið er alltaf að tala um með unga börn, skilur, þau þurfa ógeðslega mikla tengingu og þau þurfa ógeðslega mikið knús og ást og eitthvað svona, bara þessum litlu fáum barnabókum sem ég er núna að lesa til að læra eitthvað. En það er tala um, þau þurfa rosa mikið að tengingu og snertingu og þannig. Þannig að ég held þau finni fyrir, bara, þú veist, ég veit ekki, orðið væpi, þú veist, finna fyrir væpi, skilur. Finna fyrir illu og góðu. Já, finni fyrir illu og góðu. Man gera það bara sem bara manneskja, skilur. Þannig að það stendur eitthvað yfir rúmuninnar sem að hún er unga barn, hún sér þetta ekki mamma sína pappi sinn. Akkur ætti hún ekki vera hrædd. Akkur ætti hún ekki gráta. Akkur ætti hún að sofna. Gríð. Já. Ok. Rúslegt. Heyrðu, ok. Takk þú. Mér sýnist næsta subjektið og næsta postið svakalegt. Þannig að býðum með það. Takk þú næstu. Ok. Já, og að sleppa því. Nei, teka bara eftir. Bara leifa þér aðeins.
hinn sama svo erfið. Það er rosalega mikið af löngum sögum. Ég ætla að pröfa að taka eina Instagram sögu. Ok, eitthvað sem senda okkur Instagram. Já, sjá. Má ég sjá. Ok, hérna. Stelpur. Ég manaði mig að hlusta á draugasögu þar og ég var skítrædd við svefnlumun og ég hef alla tíð verið mjög hrædd við að lenda í þessu. Ég lendi í þessu atviki svona 11 dögum eftir að ég átti strákinn minn í fyrra. Krassaði af þreytu og bam, þetta kom fyrir mig. Ógeðslega sem ég lendi í. Anywho, ég slökkti þegar þið voru komnar í að lýsa verunum 3. Já. Ég heyrði samt að Óla hennar Sunnivu. Ég vaknaði í morgun og málverki sem frammi hjá mér var komið á hliðina. Ég er búin að búa hér í 3 ár, það hefur aldrei haggast. Tilviljun eða ekki, ég skeit í mig. Have a good day og allt það. P.S. Sunniva, viltu koma að sækja Óla? Var það komið á hliðina? Já. Það er ekki búið að detta? Það er búið að snúast. Það er búið að snúast, sem þú þarft að gera með handafli. Já. Það snýst ekkert, af því að líka málverk eru með bara svona einn gæja til að hengja, það getur ekkert snúist á hliðina. Nei, þess að þú þarft handafli þetta, sko. Hætti núna. Ói. Svo tekur léttilega í þetta, en ég ætla ekki að koma að sækja Óla. Óli má bara vera ekki. Já, þú mátt bara hafa Óla minn. Ói. En ég held einmitt sleep paralysis getur einmitt líka, ef þau vorum að tala um þetta í síðast þetta, þá getur það einmitt vera afleiðing því að bara krassa. Þannig að hún er hennar nýbúin að eiga. Hvað 11 dögum eftir hún á. Þetta gerir svona þegar þú ert eitthvað svona. Þetta er ekki náttúrulega svefn, skilur. Þetta þú ert eitthvað voða þreyttur eða eitthvað, skilur. Það gerist eitthvað. Új, herru, ok. Á ég taka þennan post? Já. Posturinn heitir Fjölskylda mín er haunted. Já, ræðilegt, sko. Ég opnaði líka einn post fyrir ofan það var bara myndir og eitthvað sétt, sko. Ég er mjög hrædd við það. Já. Ok, ertu tilbúin? Ok, á ég taka þetta? Já. Hæ, ég ætla að gefa ykkur nokkra sögur af ógeð hlutum sem hafa gerst í fjölskyldunum minni. Þetta er leggurinn pappa megin eða þá systur hans og börn þeirra sem hafa lent í sömu hlutunum. Ég hef alltaf trúið því að draugar eru fólk sem hafa látist á hræðilegan hátt og gengið aftur. Vá, athugavert. Ég nefnilega held að þetta sé bara bæði fólk sem hafa bara að því draugar þurfa ekki allir að vera illir í mínum huga. Nei, sammála. En kannski er hún hugsaði það en öðruvísi. Kannski eru bara lent illir líka. Þá eru bara illir draugar. Já. En pabbinar var skyggn sem barn. Hann bjó í 2 hæða gömlu timburhúsi sem barn og alltaf þegar hann kom heim sá hann litla stelpu sem stóð í glugganum á efri hæðinni. Hann beið alltaf fyrir utan húsið og beið eftir einhver kom heim. Þannig að hann var ekkert að fara einn inn. Frændi minn var einn heima á sér og kveikti á krananum til að fá sér vatn. Og svo fer hann úr eldhúsinu að dunda sér eitthvað. Allt í einu hætti vatnið að renna. Hann fer þá að kíkja á þetta en það er samt ennþá skrúa frá krananum en ekkert vatn að renna. Og það var ekki verið að gera við lagnir, það er alltaf látið vita. What? Nei. Hann kveikir aftur á vatninu, ég fæ græni núna. Hann kveikir aftur á vatninu og þá bergmála stelpu hlátur húsið. Tek aftur fram að hann var einn heima. Ég sko að tárast. Þetta er ógeðslegt. Ok, mörgum árum seinna í nýju húsi og þess að systir hann sofandi. Og vaknar meðanótt en getur ekki opna augun. Hún fór úr rúminu og stóð á móti speglinum í herberginu sínu. Hvað dettur það í hug? Ok. Hún fór úr rúminu og stóð á móti speglinum í herberginu sínu og var að reyna að opna augun með puttunum en getur það ekki. Svo allt í henni heyrir hún stelpuhlátur bergmála í hausnum hennar. Ég var svo hrædd að ég tárast. Ok. Nokkrum dögum seinna var ég með frænku minna að keyra og hún segir mér allar þessar 3 sögur. Sérst pabbinar, frændanar og sjálfa sig. Og hún leið og hún sagði stelpuhlátur er mér náttúrulega viðbröð að ég fer að hágrenja. Ég grenja ekki mikið. Vegna þess að ég sjálf hef verið ein heima og lent í þessum hlátri. Og ég barast það. Toppurinn á þessari sögu er að af okkar, sérst pabbi pabbinar, átti systur sem að dó í rólusleysi þegar var ung. Og við teljum að þessi hlátur sé hennar. Oh my god. Svo segir hann, þetta er bara brota því sögum sem að gerst í fjölskyldinni. Ef þið vilja meira, sendi bara á mig. Já, við viljum meira. Já, hvað er meira?
Ói. Þetta er ógeðslegt. Hún er greinilega líka mjög stríðin. Mjög. Hvernig er maður í rólusleysi? Bara ferð á hvolf og þau sprítur hálsina og er barnið eða eitthvað, skilur. Já, og fljóta að koma upp. Ég var að byrja að sjá þetta fyrir mig gerast einhvern veginn. Vá. Ég held ég auðvitað þú veist, maður er svo fragile sem barn. En þau eru líka augljóslega búin að flytja frá því að pappina var 2 ára, skilur. Það er eitthvað sem fylgja þeim. Þetta er eitthvað sem er að fylgja þeim og þeim öllum í fjölskyldunni. Þannig að ég held að sé rétt hjá þér talið það að þetta sé litla frænka, eða þú veist. Frænka einn sem ætti nú að vera eldri en þú núna, skilur. Já. En hún dó sem barn. Já. Vá, hvað þetta er svakalegt. Og líka bara að öll fjölskyldan sé búin að lenda í þessum stelpu hlátri. Og líka það að hún segir þarna, þú veist, hún segja frænku sinni þetta og náttúrulega viðbröðunar er bara að fara að hágrenja. En það bara, það klikkar eitthvað. Svo hún segir bara eitthvað, ég hef lent í þessu. Ói, maður. Ói. Úf, ok, það er þú næsta. Oh my god. Bæja. Byrðu hann eitthvað mynd? Hvað myndi þessu líka? Nei. Já, í næsta. Já. Og hvað ætlar að leysa þetta? Já, maður sjá þetta. Þú veist, við erum í e-mailinu og við erum líka með alla sögurnar á Instagram, þannig að... Já. Ok, bara klára að hlusta á draugasögu þáttin ykkar og hann var bæði og ekki geggjaður, takk. En mér langaði svo að deila með ykkur eftir að þið voru að tala anda og þannig. Þetta byrjaði þannig að vinafólk mömmu og pappa voru í heimsókn hjá okkur. Fyrir framan húsið er tún, þar sem eru rólur og svo steinn sem er kallaður sængurkonusteinnin. Sængurkonusteinn. Pabbi fór að segja þeim frá sögunni sængurkonusteinn, þekkt saga úr Tyrkjaráninu seinna daginn fyrir kona, ég skil ekki alveg setningana, já, þetta er punkturina, ok. Seinna daginn fyrir kona þarna að steininum og er þar í dagakóðan tíma. Þegar hún kemur tilbaka, segir hún við pappa, Grímur, fyndu lóan minn, pappi tekur í lóan og hann var sjóðandi heitur. Új. En hinn lóan ískaldur. Steikt. Þá sagði hún að þessi saga er ekki alveg rétt sem er alltaf sögð. Hún var að segja mér söguna og þetta er alltaf erfitt samhengi hérna. Og þegar það er svo mikið og það er engin stór stafur í punkti. Já. Sorry, byrju, ég er svo lélega að lesa svona. Birta, klárar þú þetta? Á, ég klára þetta? Já, ég held að þú sést betri í þessu. Ok. En hún segir þarna, Grímur, fyndi lóa minn og pappi hann tekur í hann og sjóðandi heitur en hinn lóan var ískaldur. Þá sagði hún að þessi saga er ekki alveg rétt sem er alltaf sögð. Og hún var að segja mér söguna að það var ekki rétt að þau hafi bjargast, þau dói bæði. Sagan er eitthvað eitthvað, hún gleymir að segja okkur söguna. Já, hún segir okkur ekki söguna, já. En að ykkur hafi bjargast en það víst ekki rétt að því að greinilega tengt þessu sögu þá dói bæði. Og pappina stóð hann alveg hissa og vissi ekki hvað hann átt að segja. Svo er bara ekki að tala um þetta meira, þau borða saman og spjalla og svo fyrir hún, þessi stelpa sem sendur okkur bara nýr herbergi til sín að sofa en þau sitja áfram uppi og að spjalla. Konan byrjar að spyrja hvort þau trúa á svona skilaboð að handan og hvort þau trúa eitthvað sé að vaki yfir okkur og svo framvegis. Já. Bara svona skemmtileg samræða. Já. Mamma og pabbi svara játandi en þau bæði lent í ýmsu. Þá segir konan, já, hann er bara maður hérna sem er búin að vera með okkur allan dag og allt kvöld. Og hann er að biðja mig að segja þess sögu svo að þú Grímur viti hver þetta er. Segja þetta sérst við pappa stelpunar. Oh my god, það veit nafnið þess líka. Nei, þú veist, Grímur er pappinar. Já. Þú Sunniva, hann vill að þú viti hver hún er. En heldur þú draugurinn veit ekki nafnið líka? Jú, potið. Þá byrjar hann að tellja upp sögu sem bara pappinar og afi og 2 aðrir kvótakallar vissu Hvað er kvótakallar? Hvað er kvótakall? Ég veit ekki. Veistu ekki? Nei. Það er svona að þú átt, þú veist, fiskikvóta. Já, ok. Svo ég ekki okkur þá þarf að taka, ok. Já, ok. Og hún sagði þetta orðrétt. Já, ok. Og lék þetta eftir þegar þeir voru að semja loðnu verðið. Þú veist, það er örgulega verð á ykkur. Verðið, já. Já, loðnaði fiskur. Já. Þessi saga gerist fyrir meir en 30 árum þegar pappi var rétt svo að vera 22. Þá pappi segir hikandi, já, þetta er hann tengdapappi heitinn. Þá sagði hún, já, hann er skellihlæjandi núna. Pappa og mamma voru í miklu sjokki og segja svo að þú getur lýst honum í útliti og hún gerði það alveg spot on. Og þá dregur fram mamma hennar frá mynd af afa og segir, já, þetta er akkurat hann, segir konan. Oh my god.
Hann vildi bara koma til ykkar þau þurfa ekkert vera hrædd hörpu. Hann passar upp á hana og þetta allt saman eftir að fara vel. Harpa sér stóttið þeirra. Oh God. Þarna var hún að gangi gegnum mikla erfiðleika í lífinu. Að berjast fyrir máli í réttakerfi og alls konar. Og heldur trúi ekki hvað það hjálpaði mér mikið að fá að vita að ég er með einhvers konar verndarengil hjá mér hver sem ég fer. Annars styrka ég þættin ykkar og elskar hlusta á meðan ég er að stúsast eða taka til. Hver svo sem trúir líka. Oh my God, sko. Þetta er sem sagt steinn í Vestmannaeyjum. Já. Og náttúrulega Tyrkir hann Tyrkir endur náttúrulega eyjar. Og þeir fundu steinin. Já, ég hef heyrt þessa sögu. Hefur heyrt þessa sögu? Nei, ég held ekki. Það er sérst, ok, Tyrkir komu til Vestmannaeyja. Sorry, vákar mjög aðlisbrest hérna. En sérst, Tyrkir komu til Vestmannaeyja. Það er svona stór steinn í svona grasi. Og ég hef heyrt þessa sögu áður. Og fyndi, núna er ég að læra líka að þetta sé ekki satt. En sagan gekk þannig að það var kona með nýfætt barn. Hún náði að fela sig á baka steina þegar hann svolítið svona hár. Já. Þannig hún settist niður og var að fela sig. Og það kemur Tyrkir hlaupandi og hann sér hana. Eða hvort þeir hafa verið tveir. Og þá segir henni, við skulum ekki látum þau vera. Þetta er kona með nýfætt barn. Og bjargaði þannig bæði konunni og barninu. Og hvort hann hafi látið, þú veist, skikkjuna yfir eða gefið henni eitthvað svona til þess að hlýja barninu. En þessi kona, sem að þessi stelpa var að segja ykkur frá, segir þarna að sagan sé ekki rétt. Hún hafi dáið. Að þau hafi bæði dáið. Oh my God. Og hún hefur greinilega sett höndina, eða lóan sinn. Á steinin. Þetta er eitthvað skegn þessi kona. Já, þessi kona er mjög skegn. Já, okkur ferðaði annars svo situr hendina á lóan. Nei, hendina á steinin. Já, ég myndi bara horfa á steinskóla byrjast. Já, annars þú ert að reyna að finna eitthvað. Já, ég held að Vestmannaeyjar sé mjög handið. Já, ég held líka. Ég held það. Já. Ég fæ þannig væp. Mikil saga á pínulítil eyju. Gosið og allt þetta. Nákvæmlega. Tyrkjaránið. Þetta er óslega sérstakur staður. Já, virkilega. Úff. Skulum nú ekki fara samt að leita því því að ég vil fara til eyja þess að vera skítrætt. Já. Ég er náttúrulega með alla gátti niðri þegar við erum í eyjum, sko. Já. Við erum bara þannig að við myndum ekki taka eftir að vera fyrir draugur eftir okkur, sko. Nákvæmlega. Ok, viltu taka eitthvað og ég taka næsta? Þetta er bara næsta. Hæ, ég elska podcastið ykkar. Takk fyrir. Og býð alltaf spenntist í 3. og 5. til að hlusta og horfi svo setna á vídeoið. Vá, en gaman. Besta. Ef þið skildi gera part 2 af draugasum, þá er ég með smá sem ég allan að finnst spooky. Ok, elska. Hún segir, ég hef alltaf gengið og talað í svefni og mér finnst það ógeðslega merkilegt. Já, fólk sem gengur í svefni. Líka bara, það er oft fólk sem gerir þetta sem börn og hætta þessu. Fólk sem gerir það bara alltaf. Það er alveg creepy. Fullar fólk, já, það er creepy dæmi, sko. En eftir að við fjölskyldan fluttum á annan stað en ég ólst upp fyrir 4 árum, þá hef ég byrjað að tala við fólk sem ég sé inni hjá mér miðja nótt. Oh my God. Og muna það svo bara daginn eftir. Vá, hvað það er spes. Ok. Shit. Þegar það er mikið að gera hjá mér og ég er stressuð, þá eru meir líkur að þetta gerist. Þetta er alltaf þegar ég er á milli svefns og vöku. Og ég geri mig grein fyrir hvað gerist í kringum mig en get ekki stoppað það. Svo vakna ég morgunin eftir og man það betur. Já. Það hefur líka stundum komið fyrir að þegar ég vakna þá er sími minn eða bók á öðrum stað en ég skildi við það. Ég verð sjaldnast hrædd en það eru 2 skipti sem ég hef orðið svo hrædd að ég fraus og byrjaði að svitna. En herbergið mitt er sem sagt á jarðhæð og afgangurinn af fjölskyldunni er öll á 3. hæð. Vá. Eitt skiptið sá ég mann standa úti beint fyrir fram á glugga minn. Rúmið mitt var akkurat hliðin á og bara þunn gluggatjöld fyrir. Ég sá ekki framan í hann en hann var með hatt. Nei, það er eins og ein veran, sko. Új, fyrir utan líka. Það er minnst að verra bara. Já, það er bara, nei, eða hvað? Nei, ok, ekki hann inn í herberginu. Ég stóð upp með sængina mína utan á mig og fór upp af veggnum hliðin á glugganum svo hann sæi mig ekki. Hún stendur upp. Já, hún er ekki sleep-paralyzed. Nei. En hún gengur í svefnum. Já, alveg rétt. Ég fór upp á veggnum og hliðin á glugganum svo hann sæi mig ekki og stóð þar í smá stund. Svo man ég ekki meira fyrir ég vakna bara morgunin. Új. Kannski fór hún út eða, veist. Já. Új, þetta er creepy. Það verður að maður getur, ef þú getur lappað og eitthvað. Já.
Þetta var sumar, þannig að það var bjart úti og ég sá útlitinu hans mjög vel. Seinna skiptið var síðan vetur, þannig að það var mjög dimmt inn í herberginu. Það fataslá við vegginn á móti rúminu mínu. Og ég vaknaði inn á nóttina og sá mann labba fram hjá mér að fataslunni eins og hann ætlaði að fela sig á bakvegana. Nei, hættu. Ég horfði á hann gera þetta, en ég gat ekki hreyft mig því ég var svo hrædd að hann myndi drepa mig. Daginn eftir fekk ég mömmu og pappa til að leita í öllu herberginu og fyrir utan því að ég hélt að vera maður sem komst inn. En garðurinn með háa girðingu allan hringinn og hurðarnar eru með öryggiskerfi. Ég hef hugsað mikið þetta. Svo inn á milli sé ég konur sitja í stólnum mínum og í nýjasta skiptið var lítill strákur að hlaupa fram hjá rúminu mínu síðast í september. Nú koma allar bara verðnar undir sín. Já, þau skipti hef ég aldrei orðið hrædd. Ég segi þeim bara fara og svo rótast ég aftur og man svo hvað gerðist morgunin eftir. Shit, maður. Ói, þetta svakalegt. Svo bara skrifa hann bara hvað pían sem talaði fólk miðanótt. Fíla það samt. Elskar sérst bara eitthvað vakna og bara farðu. Já, ímyndið þær var gistað hlýðin á henni. Já, eins og ég líka, ég sé svo ótrúlega svona, ef ég myndi vakna á hlýðinu þegar, þú væri bara horfðu til loftið og væri bara farðu, ég var bara, ég er farin. Já, bæ. Bæ svona. Ég er ekki fara að vera hér lengur, ég veit þú ert ekki að tala um mig samt. En bara goodbye. Nei, veist, já, eins og ég hef oft lendið sem Jóu, sko. Hún hefur bara kippt mér upp og byrjað að tala bara og þú veist, hún er rosalega, já, hún talar rosalega mikið á nóttinni. Það er óþægilegt, sko. Já, það er það. En hvað er hann að tala um? Bara eitthvað. Bara eitthvað, já. Þetta er ekki drauga tengt, sko. Nei. Nema því hún kippti mér með sér upp, þá vaknaði hún, sko. Já, þá var hrædd. Já. Ég er nefnilega lendið því, þú veist, Gunni tala líka upp á svefnin, hann aðalega sko hlær. Új, það er fucking ræðilegt. Ég er bara svona, új, hvað er það hér? En þú veist, þetta er pottið draugur að vekja hann og hann er bara hí. Já, hann er kýtt, hann er en hann er svo brand new, hann fattar það ekki. Nei, hann vill ekki fatta það. Hann er þessi draugur. Ok, viltu taka eitthvað eða á ég? Já, ég skal taka eina frá Instagram. Ok. Hæ, vildu hrósa ykkur fyrir geggjað þætti? Takk. Takk fyrir. Ég var að hlusta á draugasögu þáttan ykkar núna og byrjaði að rifja upp fyrir mig atvik sem ég lendi í því ég var 5 ára. Ég hef alltaf gert mjög lítið úr þessu og þetta er allt í móðu fyrir mér. En þá var mér sagt að eldri bróðir minn var að passa mig og hann var 20 ára þarna og ég var sofandi um nóttina og byrjaði að öskra þegar hann kemur inn til mín. Og þá byrjaði ég að lýsa fyrir að ég sé mann með hatt labba inn í herbergið mitt. Nei. Og hann man þetta ennþá í dag eins og þetta hafi gerst í gær. What the fuck? Þetta er nákvæmlega eins og eldri bróðir minn lendi. Man ekki þegar sagt frá því. En þetta er nákvæmlega sama. Já. En ok, halda fram. Svo þegar mamma og pappi bjögðu upp í sveit þegar ég var unga barn, þá lendi mamma oft í draugagangi, en pappi segist ekki að orðið var við það eins og mamma. En einu nóttina, til dæmis vaknar mamma eins og það sé verið að blása á hana. Új, já, það er útrúlega algengt. Új. Anda á hana. Új. Og hún hefur líka lent í þessu svipað á Sunneva með því að sé ykkur reyna að kirkja hana. Hjálpa okkur. Új, bara stað. Þau enduðu að fá prest og láta blessa húsið og það verður aldrei neitt gerst eftir það. Thank God. Jesus Christ. Og pappi bannaði okkur alltaf fyrir andaglasir yngri og sagði að það gæti verið mjög hættulegt. Já. Sem er rétt. Það er mjög rétt. Og núna er ég 2 börn og hugsandi oft eins og áður en þau eignast þau bara oh my fucking god ef þau fara að tala við drauga eða eitthvað. Það er bara eins og mér líður núna. Já. Það er bara, I'm with you girl, sko. Hef einu sinni lent í að dóttir mín sem er 20 mánaða að hún vaknar hágrátandi um nóttuna og bendir út í eitt hornið og bara öskur grætir og réttir hendurnar upp til þess að láta mig taka sig upp. Já, þarna var ég bara, Gunnar Patrik, ef þú tekur þetta barn ekki upp. Nei, ég var bara að fara með barnið út, sko. Ég myndi bara að vera á ganginum bara eða úti eða eitthvað, sko. Já. Þú vill ekki láta að greiða barnið vera skíðrætt. Nei, en ég var bara svo hrædd sjálf. Og bara bend út í hornið. Þetta er svakalegt. Shit. En þetta er bara, fyrsta sagan sem að segja með að bróðin hafi séð hérna hann að passa þig, er að bara alveg eins, ég man ekki hvort ég hef sett frá því síðasta þætti, en eldri bróðir minn var að svona gista hjá okkur og hann liggur, þú veist, basically á dínu, hann bjó ekki hjá okkur og hann var í svona heimavistarskóla
og hann liggur á dínu og hann svona, þannig að hann sér út ganginn og í endanum ganginum þú veist, eldhús einum megin og hinum megin svefnherbergjan af mömmu. Ég svona 7-8 ára þarna og hann inn í herberginu mínu svoandi bara á dínu í rauninu við hurðina. Hann bara vaknar miðanótt við það að hann sér eitthvað labba inn innganginn og basically svona semi-svífa, þetta eitthvað með hatt, svífa inn í herbergi til mömmu. Og hann sagði að hann bara lá þarna, bara alveg, bara gat ekki hreyft sig og var svo hræddur. Og ég man sko ógeðslega eftir þessu að því að hann segir þetta ekki þegar hann vaknar. Hann bara geðvið skrítir allan daginn, geð svona kaldur og bara einhvern veginn svona, svo fyrir við matabóð til ömmu. Hann búin með okkur allan daginn, þannig sé. Og hann sest niður og hann svona, það svo loksins, þetta næsta kvöld. Þá man hann sig upp og bara reiður og segir bara, mamma, hver kom til þín í nótt? Já, þú segir mér sög, já, alveg rétt. Og mamma bara, hæ? Mamma, hver kom til þín í nótt? Og hún bara, það kom enginn til mín, hvað er það að tala um, skilur? Það kom enginn til mín. Oh my god. Sem alveg rétt, af því að það sveif enginn í hurðina, skilur. En hann var bara það viss. Að það væri manneskja. Það kom einhver og þú veist, og hann sá hann farin í herbergi til hennar. En svo var hann vakandi marga tíma eftir á að því að hann var bara svo nájaður, en heyrði ekki neitt. Nei. Þú veist, þú hefur alltaf heyrt ef ykkur hefur fengið gest bara. Já, og tala saman. Já, mitt. Og hann bara loksins þorir að segja þetta í matabóðinu hjá ömmu. Og amma náttúrulega bara, hvað er það að tala um? Hver er hjá þér? Já, bara, hver er hjá þér? En hann mann ennþá bara í dag, einmitt. Shit. Mörgum árum seinna, sko. Og maður, þú veist, maður horfir á þetta og maður heldur, sem maður er samfærið að sé manneskja, maður er ekki að hugsa að þetta sé draugur. Já. Það er ekki að fyrst sem kemur upp í hausinn á manni. Neip. Oh god. Já, svo ein löng sem ég sé þú ert búin að hæla þetta. Já. Viltu, ef við taka hana? Tótt hana. Á ég taka hana? Ok. Ég nefnilega, stelpa sem sendi okkur þessu sögu, hún mjög löng og ég basically sendi á hana bara, takk fyrir að senda okkur, við ætlum bara að lesa þetta og líka notabenni, við erum ekki búin að lesa þessu sögu fyrir. Nei. Þannig að við erum að lesa þetta í fyrst skipti því að við viljum að þið fáið okkar bara true reaction. En hún segir hérna, sorry, ég bara verð að senda ykkur hérna en er að horfa þáttinu hvernig draugasögur, finn svo erfitt að halda í mér. En ég lenti einu vel creepy í vinnunni minni. Og já, ég vinn í leikskóla. Oh my god. Það er svona rými sem maður myndi halda að vera bara svona good vibes. Já, bara safe, sko. Oh my god. En ok. Eitt skipti var ég að hringi pósthúsið bara í kringum 11 morguninn. Og ég stend sem sagt inn í svona litlu rými sem var á milli kjarnans míns og svo strákakjarnan hinum megin við. Það er eitthvað svona bara millibils svona rými. Inn í þessu rými var klósett, sérkennsluherbyggi og lítið bókasafn. Bókasafn. Það var hurð inn á minn kjarna út af þessu rými og svo hurð inn á strákakjarnan beint á móti. Og ég lokaði báðum þessum hurðum. Og hurðin á bókasafni var lokuð og hurðin inn í sérkennsluherbyggi var lokuð. Hún stendur basically inn í herbyggi, eða svona rými sem bara fullt af hurðum. Lokuðum hurðum. Anywho, ég sést að bíða bara, símanum við póstinn og númer bla í röðinni. Ég stend bara í sakleysi mínu áninni með lokaðar hurðir við hliðina á mér, ein í þessu litla rými. Og það var oft talað anda. Hvert röddu mín allar þetta, sko. Það var oft talað anda sem voru þarna inni og sérstaklega inni á kjarnanum sem ég var á. En ég trúði því aldrei og ég trúði aldrei á eitthvað svona. Fyrr en þarna. Oh my god. Ég stend beint á móti sérkennsluherbygginu og ég bara að horfa á hurðirna þar. Hvert annað átti ég að vera að horfa. Það var ekkert að frétta þarna inni og það var samverutími á öllum kjörnunum þannig öll börn og allir kennarar voru í samveru. Þannig að það var engin inn í herbygginum eða einn einhvers staðar. Allt í einu fann ég þvílíkan kulda við hliðina á mér og djöfullinn sem mér leið óþægilega og þó opnast hurðin inn í herbergið sem ég stóð við. Oh my god. Ég horfði á hurðahúnin fara niður og hurðin opnaðist og ég sá bara myrkur að inni því að ljósin voru slökkt og það var engin annað. Það var bókstaflega eins og einhver stæði bak við hurðina og hefði bara opnað hinum megin frá. Ég gjörsamlega spretti inn á kjarnan minn með tárin í augunum, alveg rosa dramatísk,
en ég var að fríka út. Kjarnastjórinn spyr hvort það sé ekki allt í lagi og ég bara hristi hausinn og hún sagði strax, var þetta hann? Nei, og ég kinka kollið með hjartað í buxunum. Oh my god. Hún fer inn í rýmið á eftir mér til að aðtóka hvort eitthvað barn hafði bara óvart gleymst þarna inni, sem 100% var ekki. En bara gott að vera safe. Og þú vilt líka bara alltaf, hún hefði frekar viljað að vera Já, barn þarna inni. ángríns. Hún líka mjög næm fyrir svona dóti. Hún er búin að vinna hann í 20-30 ár og hefur upplegað ýmislegt. Hún byrjaði líka alla dag að segja, jæja, góðan daginn, þegar hún mætti vinnu fyrst á mótnana. Oh my god. Alltaf þú mætir hún ein og segja góðan daginn við hann. Já, við hann, greinlega. Hún kemur svo aftur inn á Kjarnan til að segja mér að hún fann strax fyrir óþægilegu tilfinningu og það var ekkert barn þarna inni. Shit. Nokkrum dögum seinna, rétt fyrir lokun, er ég með nokkrar 3 ára stelpur og við setjum við vegg og erum að lesa. Þangað til að ein segir, hver er þetta, hver er að labba þarna? Og ég snar stoppaði að lesa og fór með þær strax á annan kjarna. Það er líka svona ræstingarherbyggi inn á kjarnanum mínum sem var alltaf læst því það var bara spritt og eiturarninni fyrir starfsfólk, sérstaklega hreinseitur og eitthvað þannig. Og ég þorði aldrei inn í þetta herbyggi að ég fann alltaf eitthvað óþægilegt sem tók á móti mér. Ef mér vantaði spritt þá opnaði ég bara hurðina, hélt hurðina opinni með einni löpp og svo bara teygði mig í spritt. En ég steig ekki inn í þetta herbyggi, ég bara gata ekki. Jesus. Seinna meir fyrir við allar að finna meira og meira fyrir þessu. Ein sem þrýfur leikskólan lenti því að það var barið á hurðina í ræstingarherbygginu eins og ykkur væri fastur þarna inni. Oh my god. Og við vorum bara 5 sem lentum í þessum anda. Það er mikið. Já. Á endunum höndluðum við þetta ekki meira því að jú, þú veist, þetta er leikskóli og við vorum bara hræddir að vera í vinnunni. Við hringjum í miðil sem er amma eins stráks á leikskólanum. Hún sérst vinnu sem miðil. Hún kemur eitt kvöld með okkur 5 sem að upplifa þetta og við löpum með henni hringin í kringum leikskólan og hún friðar öll horn og allt svona sem á að þú veist gera. Við byrjum í eldhúsinu og þá byrjar hún að spjalla og við erum bókstaflega að horfa og hlusta á hana tala við ósýnilega mannesku. Allt góð með það? Oh my god. Kemur í ljós að þetta var ungu maður sem bjóð þarna áður en leikskólinn var reistur. Það voru sérst fullt af íbúðum á þessu svæði sem akkurat leikskólinn er. Svo fórum við á nokkra kjarna og allt í góðu þar og inn á kaffistofun okkar, þá byrjar hún aftur. Þetta var eins og í bíómynd. Hún byrjar að tala við anda og við horfum bara á hana og hún er bara, ok, ég skil, ok. Og það eru allar bara, hvað er að fucking gerast? Svo brenglaði að horfa og hlusta á þetta. Oh my god. Þá voru þar inn á kaffistofunni 2 konur, góðar konur sem vildu öllum vel. Svo segir hún okkur að þessar 2 konur er að passa upp á börnin því að hann, þessi ungi maður, talar okkur og börnin. Og þessar 2 ætlaði ekki að fara fyrir en að hann væri farinn. Þær 2 var að passa frá honum. Oh my god. Við endum á kjarnanum mínum. Æ, bestu draugakonundar eitthvað. Bestu draugakonundar, sko. Slaka að passa börnin bara. Já. Svo endar kjarnanum þar sem hún vinnur. Við löpum þar allan kjarnan og hún var með hennan eld sem hún notaði í öll horn. Eitthvað svona blessunar eld eða eitthvað. Og endum svo þar sem ræstingarherbyggið er. Þar ætlar hún að fara inn en hættir við. Nú fer ég að tárast. Ángríns. Hún opnar hurðina bara og lokar strax aftur og við spurðum hana hver í gangi og hún sagði okkur að það væri bara of sterk og vond orka sem mætti henni. Nokkrum mínútum seinna ákvað hún að fara inn og lokar strax á eftir sér og við heyrðum Fór hún bara... ein inn? Já, hún fór bara ein inn. Oh my god. Og þær heyrðu bara í henni, þeir bara út, farðu út. Svo opnar hún hurðina og lætur okkur hafa eldinn sem hún var með og lokar strax aftur. Og meðan hún er inni, þá fer eldurinn bara á fullt. Hann er bara að brenna þvílíkt hratt og eldurinn verður bara meiri og meiri. Svo kemur hún fram 10 mínútur seinna rennandi sveitt og bara búin á því og segir okkur að þetta hefði verið herbergi hans. Þetta var maður fertugt, hann framdi sjálfsmorð og var sonur einna konunnar sem var inn á kaffistofunni. Oh my god.
Hún segir okkur að hann hafi verið virkilega illur og vondur andi. Þannig allan hann tíma var þessi vondi andi inn á kjarnanum mínum. Það var hann sem opnaði hurðina fyrir fram smettið á mér og það var ekki skrítið að ég hef fundið fyrir óþægileg tilfinningu því ég steig hann inn. Þetta endaði nú allt saman vel. Hún sagði að einhver vendrengill sem ég man ekki hvað heitir, sem væri yfir Suðurnesjunum, hefði komið í gegnum þakið og tekið hann með sér. Ég var bara, ok, lies. En hún útskýrði. Hún útskýrði þetta svo djúpt að það var ekki séns hún var að ljúga. Og að hann færi sko ekki með hann til himnaríkis. Oh my God. Að það væri til 2 hólf. Eitt væri fyrir svona vonda anda og fólk og svo eitt sem væri góðir englar. Oh my God. Ég ætlaði mér að segja, hefði hún ekki tekið fram Suðurnesjunum, þegar ég sendi þessar stelpu skilabóða eftir og verið bara, hvaða fucking leikskóli er þetta? Já, ég er aldrei að fara með barnið mitt þangað. Að því ég er aldrei að fara með barnið mitt þangað. En holy fuck. Þetta er rosalega saga. Þetta getur verið bíómynd, sko. Þetta er bíómynd, sko. Bara, þú veist, bara the kindergarten. Já, bara Coming to theater near you. Við kunnum að gera allt ekki skeri. En hérna, Fuck, maður. shit. Jesus. Þetta er svo glætt. Fældi að fara til miðils? Fældi að fá miðil? Nei. Hvernig heldur við værum? Ég væri bara, þú veist, leið og byrjaði bara að vera eitthvað, ok. Þetta er alveg líðið yfir mér svona 10. Já, ég var en þú veist, bara þetta fyrsta þegar hún stendur inn í þessu rými og þá opnast hurðin, þú veist, ég var bara, að þú hafir haldið áfram að vinna þarna. Ángurinn, svo líka bara konan sem var mjög næm fyrir þessu, vissi bara að þessu mannesku. Hljóma svo ég. Bara, góðan daginn. En hún var alltaf chillu með hvað maður greiðlega vondur, sko. Já, hún var greinlega ekki í hans rými, sko. Nei, hún var já, bara á nákvæmlega. kaffistofunni á konunum. Já, nákvæmlega. En hún satt vissi að honum. Og líka bara svona, maður fattar ekki að fara til miðils, einhvern veginn. Nei. Það er kannski ekki fyrir en þú ert komið með nokkra manneskjur og þeir eru að tala endalaust um þetta, því bara, ok, við þurfum að blessa leikskólan hérna, sko. Svakalegt. Og líka bara að börnin voru byrjað að sjá hann. Já, það er náttúrulega hræðilegt. Já. Og líka það að það eru 2 konur á kaffistofunni sem er, þú veist, andar þar. Það vil ekki fara fyrir hinn farin. Já, og þetta er sonur hennar. Já. Hún treystir ekki inn í sínum eigin syni. Nei. Skilur mig, þú veist, það er sonur hennar sem fram til sjálfsmorð, hann er illur. Já. Hann er eitthvað reiður, þú veist, hann þarf ekki að vera, hann hafi verið illur þegar hann var En lifandi. samt hann fór ekki í góða anda. Nei, Þú veist, það fór ekki, en hann var kannski illur eftir hann dóma, kannski sá eftir að En þá sem þú oft finna þér peace, skilur, og fara samt til himnaríkis. Nei, Jú. þeir sem fremur sjálfsmorð fara ekki til himnaríkis. Ekki? Nei, það er sagt. What? Í bókinni Sumarlandið, þá er það sagt, það er þessi kona sem skrifar um bók hvað gerist eftir dauða Já. og þá er sagt að þú festist í svörtu rými. Oh my God. Hefur ekki heyrt þetta? Nei. Ok. Þú fremur sjálfsmorð. Þá er þér hefnt fyrir það, af því að þú átt Já, í rauninni ekki að gera það. Fremja morð, já. Já. Og þannig að þú festist í svörtu rými, þangað til þinn tími er komin. Oh my God. Þá kannski ferði eitthvað, Já. veit ekki. Oh my God, ég aldrei þetta. Nei, þetta er svo lett, sko. Skeri. Þetta er svaklega, sagði ég er bara svitna, Já, sko. ángríns. Ég var bara hrædd. Það var góður endir. Þetta var góður endir En og vá, hvað er mikið eftir. sko þið skilji ekki hvað eigum margir sögur eftir. Þannig að það kemur aftur þáttur bara mjög fljótlega. Shit. Já, bara mjög fljótlega. Þetta er rosalega saga. Þetta er svakalegt. Úff. En takk kærlega fyrir að senda okkur. Já. Við svöruðum ekki öllum, þú veist sérstaklega eins og e-mailum og þannig. Nei, en bara En þið vitið það. þið horfið á þetta hér og við vitum að sögunum ykkar og bara takk. Takk. Já. Og eins og þú sem segir okkur fjölskyldaðinu Haunted og sagði, viltu að vilja að við segjum meira? Já. Endilega, hvað er fleiri sögur, sko. Við erum svo, já, þetta er bara að vera mánalegu þáttur. Já, ángríns, ég held að. Við þurfum að fá miðl svona. Já, hjálpa okkur. En það er mjög gott að fá þetta í svona góðum málsgreinum og svona. Já. Ég kann ekki að lesa nema að sé fallega sett upp. Já. Og gott svona eins og þessi sem þú fórst að lesa núna, hann með emojisinn á milli. Já, mjög þægilegt. Og bara horfði, bara með kapslokk og svona, maður næstum ekki að leiða sig inn í þetta. Já, ég var alveg bara sko dottin inn. Já, ég líka. Þetta er svo að lesa bók. Já, ángríns. Og ég lesa ekki oft bækur, sko, Nei, þetta er mjög skemmtilegt. nákvæmlega. En heyrðu, takk kærlega fyrir að hlusta. Og Vonandi voruð ekki að hlusta á þetta þegar voru að sofa eitthvað þannig. já, það er margir sem eru búin að senda mig draugasögur þáttinn hinn. Já. Ég mana mig að hlusta á hann, en alltaf því ég man eftir að hlusta á hann, það var kvöld og ég vill ekki hlusta á hann Já, kvöld. ekki gera það. Hlusta á hann dag. Dag, bara Já. þegar bjart úti. Já. Bara þegar þú varst að keyra eða það er bara Þið verður bjart. að byrja 12 og 3. Það er ekki langa glugga. En takkið þetta þá. Já. Og í köflum kannski. Já. En við sjáumst bara
En við reynum að vera jolly inn á milli til þess að svona Já, þess vegna lighten up the mood. við getum sem sagt ekki tekið, næsti þáttur getur ekki verið draugaþáttur, af Nei. því við verðum að taka upp á léttin á milli, því Nákvæmlega. þið skiljið það. Já. Við ætlum ekki að gera okkur öll hérna haunted. Nei. Okay. Þið bíðið bara spennt eftir næsta þætti.